Ert þú algoritma sérfræðingur? Þú hefur verið að tala um það? Já, sko Ingi er mjög mikill specialisti. Ingi og Arnar, þetta er Arnar og Ingi, þeir eru svona þeir sem eru að vinna mest með mér í og Kitty líka, Kitty bara heilsaði þér alveg innilega. Já, ok, heilsa honum. Já, skila því. Ég nefnilega var að hérna eitt skemmtilegt, ég var að vinna þegar Facebook var svona að byrja, þegar kom fítur sem heit Graph Search og þeir opnuðu þetta á svona development preview, þetta var 2011 og ég sótti náttúrulega preview og fekk þannig að ég fekk aðganga Graph Search inn í Facebooki mitt og þá kannstu sagt sko, þá kannstu leitaðurinni í þeirra tengipunktum. Við erum byrjaðir. Já, býtum við. Þá kannstu leita þeirra, þá kannstu maður sagt þá kannstu bara opnaði okkur svona stór leitabox og þú kannstu bara sagt allar konur undir 30 ára sem hafa lækað þess og þess að hljómsveit sem að hafa þetta áhugamál sem búi í Hafnarfirði og það bara býtum við. Þetta var 2011 sko. Fyrir þá sem er að hlusta, við erum strax byrjaðir í algoritmanum. Já. Og þú ert að segja 2011 var hægt að leita þessu á Facebook? Já. 2011 svo lokuðu þeir fyrir hennar fítus. Ég held að það hafi verið, þetta hétt Graph Search sem sagt að máli með Facebook er að þeir eru með það sem að talaði með þessa punta. Þeir vita svo mikið þeir eru með 3000 mismunandi punta þig, 4000, 5000 þetta er svo hátala og hver punktur er eitthvað, þú veist einn punktur er hvað gamall, einn punktur er kynið einn punkturinn er hvað þú ert búin að læka og einn punkturinn er hvað myndir þú ert búin að vera að skoða einn punkturinn er hvenær þú ert að logga inn, ertu mótnana kvöldin, skilur, og svo... Nú erum við ennþá bara í 7 eða 8 punktum, sko. Já, og höldum bara áfram í svona 5000. Og þú veist, og þeir geta svona, hvað sem maður, svona derive, þeir geta svona frá kannski punkti 1, 2, 3, 5, 7, upp í 30, geta dreigið kannski næsta punkt, sem er Ertu hérna depressiv típa, bessin típa, ertu Þeir eru byrjað að lesa tilfinningarna manns. Já, þeir eru, eitt af því sem þeir gera er að mappa fólki yfir í bara hérna svona stereotypur og svona personal type mapping og svona, það er alveg. En þetta sem, þessi aðgangur sem þú fyrst þarna, þetta er í raun og veru þar sem þeir sem eru flinki núna að vinna með hennan pixel. Já. Og þá geta þeir verið að biðja þessa punta. Já, akkurat. Til þess að targeta rétt aðeila í auglýsingum og svona. Já. Sko ég man, þú veist, þegar Facebook byrjaði, allir voru að senda mann invite, þá var ég svona fyrstu 2 árin, fór ég ekki Facebook. En bara... til að fólk hafa baksögun, alltaf því þú ert náttúrulega tölvuspecialisti. Já, ég er búin að vinna í tölvubaransonu sko í 20 ár. Já, einmitt. Og ég sem sagt útskrifaðist sem kerfisfræðingur árið 2000 og er alveg rosalega nörd, þú veist, ég elska svona engineering, sko. En af hverju vildir ekki fara inn á Facebook? Sko, þegar Facebook byrjaði, þá, þú veist, ég náttúrulega sem sagt löngsa, ég sem sagt þarna var upp úr 2000 fann ég svona ný ástríð hjá mér sem var sko, því að hjá mér hefur alltaf verið 2 megin ástríður, það er tónlist og forritun og alveg bara frá því ég var unglingur sko, það hefur svona tekið svona sirpur í sitt á hvað ég var að tromma át í bílskór og spila gítar og með 4 ára upptökutæki og svo var ég kannski að skrifa lítið forrit í Single Spectrum tölvunni til að reikna út hvað ég myndi fá í laun í saltfiskinum, þú veist þannig að þetta var alltaf fyllt mér sko og þegar hérna ég svona hætti í tónlistinni hérna í fyrsta sinn eftir sólstandagæðin og það bara ok, fer ég bara á kafi forrituna, fór að læra þetta og fór að vinna og það var bara rosalega, ég fann það, ég bara elska að forrita og þetta átti svo við mig sko og ég bara hugum minn sogast inn í þetta og ég enda hérna úti í Danmörku, hjá Microsoft og er þar komin bara á fullt og ég held sko þar mér fannst alveg ótrúlega dýrmætt reynsla að vera inn í corporation sko. Þú veist, stórfyrirtæki að því að, þú veist, það er eitt að tala um stórfyrirtækin, annað hafa verið inn í þeim og skilja þú veist, og skilja einhvern veginn þú veist, eins og ég var hérna inn í hjá Microsoft og þessum tíma, þegar Steve Ballmer hérna, er fórstjóri og það var, þú veist, frá mínu sjónandi síðan versti tími Microsoft, að því að þá keyrðu þeir bara sem hardcore business fyrirtæki og ekkert svona engin passion, engin ástríða fyrir tækninni
Einmitt. Þau voru bara að hamra á samkeppnisaðalunum og bara, en það voru vörurnar sem voru að koma frá Microsoft, það er bara flopp eftir flopp eftir flopp. Hvað ár er þetta? Þetta er 2000 til 2007. Ok. Við erum að tala hann að Windows 2000 sem var disaster, Windows Vista, þetta var algjört disaster, sko, þetta var bara, ég veist bara, hvernig það eiginlega að vera á toppnum, að reyna að selja sér en þessi, þú veist, ég man meira sér þegar Windows Vista shippaði, sko, Bill Gates að bara, hann sagði bara, þetta er drasl, þetta stærsta fyrirtæki heims. Það var út af því að Steve Ballmer keyrði fyrirtæki bara bottom line, til náðu rosalega árangri í sölu og og á þessum tíma þá upplýði ég eitthvað svona, var ég að í Danmörku, var vinna rosa mikið í sjálfum mér og þetta svona spilaði saman, ég var að byrja að stunda rosalega mikið í hugleyslu og ég var komin til Danmerkur frá Íslandi, þannig að ég hafði tíma og við fluttum til Róaskjöldi, þannig að ég fóð með lest, sko, klukkutíma hvora leið á hverjum degi, þannig og það var ekki komið, sko, sem betur fer 4G, 3G, skilur. Þannig ég var bara með ekkert tolli og eitthvað. Okay. Og er að hlusta rosa mikið. Power of Now og New Earth. Einmitt. New Earth, ég hlustaði 100 sinum á hana. Æðisleg. Æðisleg. Ekkert tolli er bara, þú veist, bara geggjaður. Og þannig að á sama tíma, þarna svona 2005, þá er ég valinn hjá Microsoft í svona Future Leadership Development Program. Þannig að þá voru þeir svona fjárfesta í framtíðar mannauð til að vera stjórnendur og svona. Þannig að það er svona hópur af efnilegu fólki alls staðar að Evrópu og við vorum saman allar helgar og það var svona coaching fólk, svona markþjálfar frá Stephen Covey sem að skrifa 7 Habits of Highly Effective People. Það er nú önnu geggjubók maður. Geggjubók og ég fekk bara heilt ár training bara frá hans fólki, sko. Já, geggja. Og við vorum bara keyrði í gegnum, þú veist, og það var bara svona rosalegt þjálfun, sko, þú veist, það voru koma forstjórar frá fyrirtækjum og alls konar stjórar frá Microsoft og þarna á þessum tíma þá er ég svona að vakna að því, þú veist, mér finnst ég vera svona eins og að fá meðvitund þetta, sko, þú veist, metnaði minn er að fara bara hann áfram, sko, en á sama tíma er að vakna svona eitthvað innra með mér, eitthvað svona, þú veist, þetta er ekki málið, sko, og það var svona rosalega stórt, sko. Ég fór til mér að gerast áskrifandi alls konar síðum, það var svona fréttaveitur innan hús í Microsoft og ég fór að gerast áskrifandi af þeim, og þá var að fylgjast með svona, til mér það var fréttaveita sem hétt Comparative Watch, það sem svona var verið að fjalla hvernig Microsoft væri að tækla andstæðingana. Hvernig, þú veist, hvað strategía væri best á móti hverjum og þá maður sjá bara, vá, hvað þeir eru háþróaðir í að taka á hinum. Og eins og þú veist, ég var rosa hrifinn á open source, sko, sem er bara alveg umræðefni fyrir sig, sem sagt frjálshugbúnaður, að því þegar ég er í háskólanum, þá var svona að byrja fyrir alvöru, þessi sjálfbúðalega hreyfing manna, sem að voru bara heima, manna og kvenna, að búa til forrit og á þess að fá borgað, bara algjörlega út fyrir kapitaliska mótilið. Bara þessi hugmynd, bara heyrðu, mannkynnið þarf góðan hugbúnað. Við höfum ekki láta stórfyrirtæki eiga þau. Það er frjálshugbúnaður. Það er áhugavert. Það er svo margir sem halda open source í bara ókeypis hugbúnaður. Það er svo mikið, þess að segja, þetta er sko free as in free speech, sko. Ekki free beer. En ég er að taka saman svo marga punkta. Við erum að tala Facebook. Já, við þurfum að punta þetta saman eins og Facebook gerir. Ég er að draga þetta saman, sko. Og þú veist, og þarna líka var ég að því að, sko, ég var svo vinstrisinnar þegar ég var ungur maður. Ég var rosalega harður vinstrisinnar. Ég var í framboð fyrir Alþýðubandalagið og Hver var þá yfir á Alþýðubandalagið? Margrét Frímanns. Já, ok. Sem er, sko, bæði og við tengda mamma mín, sko. Já, hún ég kynntist konum minn svolítið í gegnum það, sko. Var Ólafur Ragnar ennþá í Alþýðubandalaginu hann eða? Já, hann er sem sagt, hann er þetta er svona rétt áður, hann er þannig, jú, það er rétt. Margrét Frímanns var á Suðurlandi. Alveg rétt. Og hann var á landsvísu og svo er þetta svona það leiti sem hún er að taka þetta inn í Það var svona klassískt ADHD-spjall hjá okkur, við förum svona til að leiða okkar á Facebook eftir. En ég var svo vinstrisinnaður og það var alltaf slegið í mér þetta vinstra hjarta, sko. En ég er líka, sko, hrifnæmur
og ég er líka til í að hlusta, sko, eða skilur, ég er ekki svona, ég tek eftir því, þú veist, ég held alltaf að ég væri bara svona veiklunda, en ég er svona komist að niðurstöðu, nei, ég er bara til í að hlusta, þú veist, þó ég sé búin að komast að niðurstöðu, ef einhver annar er með góð rök, þá er ég til í það. Það er geggjað að geta skipt skoðun. Ég er þakkláttur fyrir það element, að því að minnst alltaf, sko, og eins og til dæmis ég hreyfðist þarna þegar ég var að byrja á Microsoft, til dæmis ég náði aðeins í sko lokin, fyrsta vinna mér var í kringum bankana, búnaðabankan og RB og svona, sem forritari, og ég sá alveg rosalega peningasóun í þessu svona ríkisdæmi. Apparat, Já, veist, ég var vitni að svona hluti sem ég bara, wow, þú veist svona bara, þá ekki þannig kannski að fólk, þú veist, það væri kæruleysi, það bara meira svona því að enginn bara ábyrgð og boltinn var að kasta á milli fólks og svo bara eitthvað svona fyrirtæki sem að kunna að mjólka það og bara Er þetta ekki bara ennþá svona? Þú veist, því miður, þetta er veikleiki ríkisins, en það eru góða hlutir að gerast þegar ríkinu, það er annar en Ísland.is til dæmis, en jú, þetta hefur alltaf verið veikleiki ríkisins, að menn geta farið á það með eitthvað væning og dæning módeli, sem maður segir, bjóða rétt að fólki að borða og svona. Vá, hvað við erum búin að fara víða strax. En ég ætla að segja, sko, að svo þegar ég byrjaði á Microsoft, þú veist, þá var ég árið svolítið svona hægrisinnaður, sko. Og svona, ég var svona bara, ég trúði í alvörunni fyrsta árin, að þetta væri bara svona, stórt fyrirtæki væri bara máttur til góðs. Já, einmitt. Og þegar að, þú veist, var verið að halda svona team meetings og svona teamfundi og tala að við erum bara að gera gott fyrir heiminn og stóru fyrirtæki, við viljum heiminum vel og þú veist, ég var svolítið svona bara þar og mér leið þannig, þú veist, skilur, ég var svona, en svo þarna finnst mér, sko, og ég man þetta leiti, sko, þá var Íraksstríðið, sko, náttúrulega mikið í umræðinu, sko, alveg rétt, þá svona polariseraðist mjög mikið, sko, þeir sem vildu standa með bandarækjamönnum og svo svona þeir sem voru ekki lindi því. Þetta er 2004-05? Já, eitthvað svo leiðis og ég maður þarna ég á Microsoft og er svona, veist, en svo fór ég svo mikið svona að því að ég hef alltaf séð fyrir mér þegar ég var í háskólanum, sko, að læra forrituna, að þá hafði alltaf séð fyrir mér, þú veist, að interneti yrði frelsari mannkynsins. Ég var í alvörunni, sko, með rosalega svona naív hugmyndir, veist. Ég hugsaði, sko, já, fólk er svona dónalegt í kommentum, það er bara því að það voru, sko, þau voru með dulnefni. Ég hugsaði, daginn sem allir þurfa að kommenta með eiginnafni, þá mun allir hætta að vera dónalegir. Ég var svolítið barnalegur með þetta. En samt, segi næfur, ég menna, má samt að vissuleiti segja að internetið hafi á ákveðin og frelsa okkur. Jú, þó síðan séu negatívar hliðar líka, sko. Jú, það er kannski, og þess vegna er ég svona ástríðufullur. Einmitt. Með Facebook, en mér finnst þeir bara að vera eyðileggja. Ok. En þú veist, að því að, sko... Hvernig þá? Jú, þú veist, eins og ég var að segja hana, að því að, sko, það sem að ég fór áttu með smátt á var, eins og allir bara þarna, ég var að hlusta svo mikið Eckhart Tolle og ég var að hugleiða og ég var að vinna þarna og ég fór hægt og rólega að skynja þetta, sko, þú veist, alltaf þegar Steve Ballmer kom og hélt ræðu sem var fóstur í hana, þá sagði hann alltaf bara, við stækkum 5% í fyrra og næsta ára ætlum að stækkum 10%! Og maður var alltaf bara, veitu, það er fullt af frábæri fólki hérna að gera geggjaði hluti og hann minnist ekki það, það er bara vöxtur og svo var alltaf þessi umræða, þú veist, þarna á öllum svona yfirmönnum, ég sá bara alla yfir mér brenna upp að það er svona rosa krafa á, sem að heitir metrics, þú veist, það er svona, við verðum að fá meira út úr fólki, og þú veist, þú þurftur að fara 4 svona árið til yfirmannsþings bara að gera eitthvað lista yfir allt sem þú ætlar að gera næsta ársfjórðungi sem er eitthvað exceptionally flott og svona og ég fór að svona átta mig á þessu, hvernig svona stórfyrirtæki þau búa til. Ég var að lesa blogg eftir frábæran mann sem heitir Paul Graham. Stofnaði geggjað svona sprota útungunar vél sem heitir Y Combinator, sem hefur bara ótrúlega mörg fyrirtæki sem þekkjum þetta, Airbnb, Dropbox, Uber, eitthvað fleiri, komið þaðan út. Og hann var alltaf að tala hann var að skrifa svona hann með svona síðu sem að ég fór að lesa og hann var að tala hvernig, sko, þú stóru fyrirtækin, þau get ekki, sko, að þau hafa raunni útgangspunktin að stækka.
vöxturinn þeirra útgangspunktur. Þannig að alveg sama þó allt fólki inni sé æðislega næs og sé að segja og jafnvel trúið sjálft, þá útgangspunkturinn og það er svona að segja, sko, stór fyrirtæki, þau geta ekki, sko, verið rauninni svona ethikala ákveðin leiti, sko, og ég fannst mér að sjá þetta svolítið inni hjá Microsoft og ég sá til mis, þú veist, hvernig var oft bara dæmi kannski, þú veist, út að fórið eitthvað og svo sér þið bara, vá, þetta að fara að geta alveg upp örgjörfan hann á tölvunni. Og svo fer það á fund og segir, mér langar að laga þetta og þá segir hann verkefnisstjórinn, já, þú veist, það kom bara stærri örgjörfar, skilur við. Fattum að, já, ok, það er ekki drive að hjálpa fólki að keyra þennan hugbúnað á gömlum tölvum. Að þetta allt út þáttakandi í þessari rosalega industrial vél. Það lítur að vera skrítið að því ég held að við svona sem stöndum utan við þetta, við byrjum að átta okkur á þessu en við getum aldrei séð þetta alveg eins og þeir sem eru innanhús eins og þú ert að lýsa þér. Og þá vekur þetta örugglega svolítið sterkar tilfinningar þegar þú horfir á bara svona þessi verið að svína á fólki, sko. Mér fannst það og mér fannst þetta, sko, og mér leiði þannig, sko, þú veist, að ég var að vinna með geggjuðu fólki, sko. Þú veist, bara allir sem ég vann með voru frábærir, framúrskarandi og það var líka svo geggjað, þú veist, ég var að vinna með framúrskarandi fólki, allstaðar áður Evrópu, Indlandi, Bandaríkjanum Kína, þú veist, fólk sem hafði átt hann draum heitastan að vinna hjá Microsoft og var núna komið einhvern veginn í bandari stóðfyrir tæki og svo einhvern veginn voru við bara á einhvern fundi og bara eitthvað að vera tilkynna það, heyrðu, nú er bara búið ákveð það að henda öllu sem þeir eru búin að gera í heilt ár og það er frábært og og allir bara ángrín, sko, ég var á þessu fundi og þá var það var svo æðislegt, þá var rússneskur gagnagurinn sérfræðingur sem stóð upp og sagði this is bullshit ég var aldrei verið stakkláttur fyrir að hafa rússa í hópnum, sko og En hvernig er það einmitt? Hvernig er að mótmæla einhverju inn í svona risa corporate? Það er ekki til dæmis, sko, á þessum tíma þá var ég svona ungur, ég kem hann inn ég er ungur í dæminu og ég var svona óbúslega ástríðufullu fyrir þessum frjálsa hugbúnaði, sko og ég var svona, þú veist, sko, þetta er svolítið skrítið að því að það sem gerðist síðan var náttúrulega að Microsoft, sko, þegar þeir skiptum fórstjóra og voru bara komin út í skurð, sko, þá föttuðu þeir 2010-12, þeir bara tóku algjör á 180 gráðu beygju og fóru áður en frjálsa hugbúnað, það er bara, þannig að núna eru þeir að keyra þá stefnu, sko, að því að Windows er bara orðið úrelt, sko, en það sem að gerist þarna var ennþá keyrt á rosalum ótta, sko, að þú bara, já, að því það var svo mikið nefnilega, bara svo eftir hrun, þú veist, þegar bankarhrunni var, að það sem kannski ekki allir vissu var það að því að bankarnir fóru á hausinn og þurftu að fá nýja kennitölur, þau þurftu að kaupa allan hugbúnað aftur. Það er ekki smá peningar. Já, það? Já, og þetta endur sem í möll leyfi og allt, sko. Akkur er það? Að því, þú veist, að því að hugbúnað leyfi eru bundin, sko, á fyrirtæki, kennitölunar. Og þegar hruni varð, þá var rosa stór hópur og ég var svolítið með því sem var bara, nú er komin tími fyrir frjálsan hugbúnað og ég fór að agentera, þú veist, á móti Microsoft og eitthvað og fólk sem þekkti það bara, hvað, voru þeir svona vondi við þið? Nei, þið voru bara mjög góð við mig, en ég bara trú ekki á að þetta sé gott, skiljum við. En þá bara kom alveg fulltrúa frá Microsoft hérna til Íslands og bara unnu í öllum réttu aðilánum, bara stoppuðu og hvað hefði verið hægt að gera annað en, þú veist, ef að þeir hefði ekki unnið í réttu aðilánum? Og þessum tíma var náttúrulega umræðan alltaf þessi, þú veist, og ég var svo sammála því, þú veist, mér fannst þessi frjálsi hugbúnaður sem heitir til dæmis Linux stýrikerfi og fólk rugglar svo rosa mikið saman, heldur þetta sé bara allt open office og eitthvað svona, en sko neti í dag keyrir meira og minna frjálsum hugbúnaði, sko, frjálsum hugbúnaði, þegar ég var í háskólanum árið 2000 fyrir mér er frjálsum hugbúnaður stórkostlega sönnun það hvað við mannfólki getum gert þegar við hjálpumst að. Þegar ég var að útskrifast þarna Kerfisvæði 2000, þá var ég stýrikerfiskúrs, það sem var verið að kenna það að Windows var miklu betri stýrikerfi og að sko einstaklingar gæturinn aldrei búið til eitthvað svona flókið svo stýrikerfi. Einstaklingar gæti aldrei komið mönnum til tungsins eitthvað, þú veist, það er að vera fyrirtæki sem myndi gera. Já.
og þess vegna svo stórkostlegt að núna sem 20 ára síðan þá, og þá í rauninni bara sjálfboðalega hreyfingin Linux, hún bara býr til stýrikerfi sem að allt interneti keyrir á. Menn að Android, það bara Linux undir því. Já. Allir vefþjónar eða alla vefsíður, Facebook keyrir á Linux, allir samfélagsmiðlarnir, allar þessar endalösu tölvur sem að servera þetta. Ég bara á meðan ég að tala við þið núna bara prósessa sko, því maður gerir sér ekkert grein fyrir þessu. Nei, fattar þetta ekkert. Það er svo mikið gangjan á baku, Ég veit það. Og eins og það sem að á einhverjum tímapunkti þegar ég var nefnir á Microsoft og ég held að vera eins og Talent XP prógrami, því það var svo mikið svona sjálfskoðun og ég var búin að vera líka að líða mjög illa sjálfur og svona finna einhvern veginn ekki minn stað í lífinu og ég var alltaf svona vandraðast og þarna hélt ég myndi finna staðinn sko að vera komin á beinubrautina einhverju stóru flottu fyrirtæki og alltaf þegar ég sé eitthvað vitul við einhverju sem að meika þetta í Bandaríkjunum þá var ég bara þreyttur við vera þetta er bara endalaus fucking vinna og eitthvað þú veist henni allavega það er ógeðslega mikið þú veist og það var svo geggjað fyrir mig líka að þetta var fyrirtæki sem að danskt fyrirtæki sem Microsoft var nýbúið að kaupa þannig að það var rosalega árekstrar milli dansks sem sagt skandinavísk og bandarísk kultúrs sem var mjög gaman að upplifa að því að bandaríkjamennir þeir höndluðu ekki hennar skandinavíska kultúr fara heim klukkan 4 þú veist 6 vikur í sumafrí allt þetta og bara og veri ekki þú veist bara einhvern veginn allir hlaupandum bara grátandi að því að það eru 3 böggar eitthvað það átti að vera 1 Bandaríkjamennir það er meira nánast eins og þú sést bara robot eða þú ert að vinna ég sko, og ef þú pælir í því þú veist, þegar þú ert að vinna á fyrirtæki í Bandaríkjanum, þá á fyrirtækið þig þú veist, það á heilbrigðisþjónustuna þína þú veist, það er svo miklu meira undir það ég upplýði rosa mikið svo, ég verið Microsoft og við svona skandinavarnir og svona, það var allt þetta bara þú veist, ok, strákar, þetta er ekki svona alvarlegt fattur þau, að meðan bandarækjamenn eru bara það er bara eins og þessi döðsfall í fjölskyldinu sko, að við séum ekki að ná einhverju milestone þú veist, og það, ég fann en ertu ekki þannig að lýsa svona ákveðið einmitt þessum ótta sem síðan, ef þú ert ómeðvitað orðin svona óttaslegin þá er þetta aldrei auðvelt að stýra þér það er máli, og þessi fyrirtæki keyra rosalega því og hérna og það sem að ég fór að fatta hana svo kynntist ég vísindakirkjunni og fatta hvað þeir voru hættulegir ég manipulerar fólk Bittu nú við, nú er það að segja við erum ekki ennþá komin í Facebook sko Nei, ég veit það Þetta er rosalega en vísindakirkjan, það kveikir strax hjá mér eitthvað sem ég verð að heyra sko já, ok, þetta er alltaf saman tíminn sko þú mátt velja, hvort þú vilt byrja á að fara í Facebook eða vísindakirkjuna ég skal taka mjög stutt með vísindakirkjuna að hérna ég er rosalega leitandi hérna á þessum árum af því að ég er bara búin að vera þjásta mikilli sko vanlíðan það er bara kvíði og ég er bara með mjög mikið kvíða sem að leiti út í mjög mikið sjálfsniðrif og hann að ég var þjakaður af mjög erfiðu svona neikvæðu sjálfstali þar sem ég talaði mig niður konstant sem að olli því að ég varð bara stundum alveg búin á því sem að leiti þá þangað til að ég var bara jafnvel mjög þunglindur, þess að mér bara leið rosalega illa og ég var mjög þreyttur og þegar ég byrjaði til með sér Microsoft þá var ég svo illa haldin að þessu sem að kalla svona imposter syndrom sko, sem að ég held að reyndar eiginlega allir upplifi sem komast í svona hvernig myndir þú einfaldan átt útskýra imposter syndrom er bara, þú veist, ég á ekki skilað að vera hérna. Nei, einmitt. Allir eru betri en ég. Já, einmitt. Það er bara, það var eitthvað miskilningur og ég var ráðinn og það er bara, sko, mínútur spursmann hvenær þeir komast að því, sko. Og bara mér verið sparkað út. Einmitt. Þannig leið með fyrsta árið, sko. Skilur? Vá, hvað það hefur verið erfið. Þannig maður er bara eins og hann að ég er að leita og ég er að labba hann niður kaupmæka eða eitthvað tímann í kaupen og kemur kona eitthvað svona, þú ert svo bjartur og þú ert að koma í persónuleika próf í okkur og ég fer í persónuleika próf og þá er ég búin að lesa bókin hann L. Ron Hubbard, hann Dianetics fyrir algjörða tilvíðin sem stofnaði vísindakirkjuna það er sko psykopatið maður rosalegu psykopati sko og ég var hann á þessum tíma búin að kaupa svona ég bara einn daginn var ég heima og ég var svo þreyttur á þessum tölvubókum alla veggi og ég bara hendi öllum tölvubókunum og keypti bara svona bílfarm af spiritual bókum á Amazon og eina af þeim bók var hérna Dianetics, L. Ron Hubbard vísindakirkjubókin
og ég fer að nýndi þeirra og ég er nú reynda búin að lesa Dianetics og allir bara, hann búin að lesa Dianetics og hvað, þú segir, og varstu þá komin inn til þeirra í eitthvað? Já, þau eru með svona sko, þetta bara í rauninni svona til þess að ná inn fólki okay. Þetta var náttúrulega, nú víst ekki búin að dala rosalega, en þeir voru rosalegir, hann eins og öllum sín Danmörku, þeir voru að ná undir sig sko alls konar eignum í gegnum að láta fólk að arfleiða sig og þeir voru með stóra skrifstofur á öllum fjölförnustu göttunum, Strikinu, Kaupmannagaði og þessu göttunum og svo fengur þið inn og þá tókstu eitthvað svona spurningapróf og þá kom náttúrulega út úr prófun að þú er alveg fucked up sko og þá segir, en við erum með námskeið til að hjálpa þér og tækni sem getur hjálpa þér og ég bara, ok, ég hef enga að tapa og veist, ég er bara til í allt skráðum til í snákaolíuna Já, ég var svo örvendingafullur ég þekki það ég var til í allt og og ég fer á hvað námskeið og svo einhvern veginn endar þetta námskeið aldrei ég mæti bara alltaf og hafa bara alltaf einhver maður að kenna mér eitthvað, láta mig lesa í bókinni og svo er ég alltaf kallar að fundi okkur konu sem að svona sem heitir auditað mig, hún er eins og þerapisti okay. nema þú veist, og svo látaði þig leysa frá öllu þínu viðkvæmustu leyndamálum og geima í svona database sem er geimum alla og ég hef búin að fara í 3-4 fundi hérna hjá þessari konu og þá báðum við að koma í svona langt auditing session sem var alveg 6 tímar eitthvað og í lokinu á því þá sagði hún við mig, sko, veist það Jónas, við erum búin að vera að skoða hitt mál hérna og svona og við erum búin að komast þess að niðurstuð að þú ert bara snillingur það er þitt mál og þess vegna skilur bara meika fólk því ekki sko og þú nærði ekki að tengist heiminum að þú er bara miklu kláran allir hinn en það er fólk hérna, við erum með fullt af fólki ég og fleiri sem erum á þínu leveli sko. og ég verð að segja það ég verð bara viðurkenna það alveg kalt út að mér fannst þetta bara helviti góða fyrir já, góð sölur það ég var bara í strætanum á leiðinu heim bara, herði, já, þú segir nokkuð þetta er mjög góð leið til að ná fólk inn frábær leið og ég nefnilega, svo fekk ég eitthvað svona impuls þannig ég fór á netið og ég fór að googla og málið með, sko, á þessum tíma þeir voru svo rosalegir í því, víst ekki ekki að þeir, sem sagt, þeir fór í mál við alla, ef einhver ætlaði að byrta bókum þá eða fjallum þá eitthvað slags það var ekki fyrir South Park, sko, sprengdu þá bólu því þeir voru algjörlega búin að búa til tabú það fór enginn í þá alveg rétt ef einhver ætlaði að skrifa bókum á bara þá byðu þeir og daginn áður en bókin kom út þá kom málaferli frá vístakirkjunni bara heyrðu þeir ekki búin að læsensa hérna mynd 3 á blaðsíðu 2 og svo bara þó að það mál myndi tapast þá þetta við útgáfandinn að vera í 2 mánuði í réttarhöldum og bara daginn sem að máli tapaðist sem sagt þá kom ný kæra þannig þeir voru með svo rosalega fjármagn á baku sig og ég fór en það var ein bók sem hafði verið skrifið sem aldrei verið gefin út og var svona á netinu ég fann hana og fór að lesa hana og þá fattaði ég sko þá var einmitt verið að tala um þetta og sonur L. Ron Hubbard sem var að lýsa því sko hvernig vísindakirkjan virkaði í alvörunni og hann var einmitt að segja það sem fólk áttar sig ekki á að sko þeir sem eru klárir þeir ofmeta alltaf að vera klárir að það eru sko þú veist, egoið og hégómi það húkar fram hjá kláru þess vegna getur þú sko náð einhverju sem er með PhD sko í kjarnalisfræði eða hvað sem skilur, eðlisfræðingum eða staðfræðingum, þú getur fengið klársta fólk til þess að samþykja þetta rugl með því að húka inn á egoið með því að segja, þú ert frábær og þú ert miklu betur en allir aðrir og ég var alveg bara shit og þarna er annað fyrir mér svolítið þetta er bara mjög hægt Varstu þú komin að inn bara? Já, og svo hringdu þeir í mig bara stanslaust í 3 ára eftir sko ég er náttúrulega svo vitlist, ég leta að fá Microsoft símann verið mitt sko þannig að þeir hringdu í mig stanslaust og þetta var rosalegt andlegt, þú veist, ég hugsaði bara eins gott að ég var skilur ég var bara til að reyna að fá þau til að vera ég bara alltaf með eitthvað nýtt sko það var alltaf einhver nýr að ringja, kannski einhver Íslendingur getur þú komið á morgun eða ætlar ekki að koma hvað gengur þetta út á? Þú veist, er þetta hvað þegar þeir eru að ringi, hvað eru þeir að reyna að fá þau til að gera? Reyna að mæta á einhverja samkomur eða ná sko, það náttúrulega sko, ef við tökum þetta aftur inn í að við getum farið þetta langt þarna niður þessa holu, ef við tökum þetta aftur inn í Microsoft og það sem ég fattaði þarna ég fór að lesa vísindakirkjuna var það að það er alveg sama kerfið þú kemur inn á einhverju leveli þú ert kannski level 87
ég var level 47 á Microsoft eitthvað og svo gerir eitthvað, þú nærðin 7-9 og nærði ykkur konu til þess að arleiða að vístu ekki á húsi, þá bara ferði bara level 70, skilur. Já. Og þú ert alltaf að hækka upp levelin. Þetta er svona svo píramítasvindl bara. Já, og svo eins og í vístukirkjunni, þá bara, þú veist, hann Elron Hubbard, hann var með svona 30 auka takka á ritvélinni sinni, svo hann geti svo fljótur að skrifa, og hann framleiti bara endalaust vísindaskáldsögu bull. Sem að þú þarft sko að læra, þú tekur doktorskráði í þessu bulli, sko. Einhverja geimverur sem komið til jarðarinnar og lalalala, og þannig vinnur þið upp, þú veist, og fara alltaf hærri og hærri. Það sem meðalmaður hugsar þegar hann heyri vísindakirkja Tom Cruise og brjálæðiskast í sjónvarpsþætti. Það var náttúrulega það sem Elron Hubbard vissi, sko. Hann vissi náttúrulega leiðin að hjarta almúa sig gegnum celebrity, sko. Þannig að hann lét setja upp sérstakann Celebrity Center í Hollywood. Bara fyrir celebrities. Og þegar celebrity kemur inn, þá hoppa það bara beint á level 20, sko. Ég skil. Þannig að Tom Cruise bara biskup, skilur. Og baldið, þú veist, leikari, skiluru. Þú veist hvað þetta í showbiz. Það aldrei nóg. Nei. Þú veist, maður einhvern veginn bara, kemur og segir, ég elskaði myndina þina, bara, getum ekki meira. Einmitt. Þannig ég myndi að kannski vera... Og líka þú búin að fá alla þessa viðurkenningu, þá örugglega eitthvað svona nýtt dópamirur að fá einhverja annars konar viðurkenningu. Já, vera orðin eitthvað svona spiritual, leiðtogi. Já. Og ég hugsaði allt í hennu bara, shit, þessi stóri fyrirtæki alveg eins. Og ég var líka að lesa á þessum tíma svolítið mikið greinar leikjabransan. Það hefur verið rosalega... Tölvuleikja. Okay. Það hefur verið rosalega viðlóðandi þar, að það svona ungir, meira strákar, sem eru svona opbóðslega leikja, elska tölvuleiki. Og eiga engan draum heitari, heldur hann að vinna við að gera tölvuleiki. Og svo, þú veist, komaður út úr háskóla, eitthvað þessum stóri fyrirtækjum ráða á eitthvað nýjan leik og svo bara, þú veist, þetta verra heldur en verstu, sko, þrælabúðir, þú veist, þetta bara galleður rómveri eða bara grín, sko. Þú veist, menn eru bara endalaust og eiginlega bara, þú veist, svo bara þegar kannski tekur 6 ára geritleik, sko, og það allir bara, það bara all-nighterar, endalaust svo skrifstofunni, hjónabönd, kærastur, allt í steik og svo bara leiknum hann að sipað og þá bara svona kannski helmingurinn af foreldrunum bara hættir í bransanum. Og þeir eru bara gjössanlega búnir. Já, bara gjössanlega búnir. Og bara, þú veist, segja bara, heyrðu, ég ætla bara að fara að vinna, ég ætla að gera skarðirkjumaður. Einmitt. Og þetta hefur bara tíðkast. Og það sem að, eins og þetta voru sérstaklega ég veit ekki alveg hvernig þetta er ákvöld í dag, en þetta var rosalega mikið og það var svo mikið talað með þetta það verið að selja þessa hugmynd þegar ungu strákarnir komu, það var bara geðveitt flotta skrifstofur með leiktækjum og spilakussum út allt og einhverju svona, þú veist, alls konar bílum inni, það var eins og Microsoft í okkur, það voru pinballkassar, það voru svona, þú veist, börnin mín elsku að koma með mér í vinnuna, þetta pabbi var bara svona drauma vinnu, nammi, svona nammibar, bara hverjum gangi, bara eins og í Hagkaup, skilur, og bara svona pinballkassar og eitthvað, þú veist, og hann allir hugsa bara, vá, þetta er æðislega gaman þegar síðan ertu bara síðan ertu bara galliðin að róa hana fattaru, það er bara að vera búið til einhverja hugmynd og sér er svo Google að gera þetta líka, þú veist og svo kemur alltaf þetta bara á endanum þetta bara einhverjir menn sem eiga fyrirtækið sem vilja fá arð. Já, og eins og þarna þessum tíma þegar ég var hjá Microsoft og þú veist, mér finnst svolítið leiðilegt að, þú veist, ég vil ekki alveg það er margt gott í þessu fyrirtæki gera, þú veist, IT finnst mér, mannkynnið er að vakna algjörlega, mannkynnið er að fara frá því bara að vera ómeðvitað yfir að vera, eða svona lítið með þetta yfir að vera með þetta, í gegnum tækni absolutt, þannig að þú veist, og þessi fyrirtæki það er bara rosalega margt gott í þeim og rosalega margt gott fólk en, eins og ég segi, það er þetta þessi útgangspunktur sem er eins og erpuvarðin daginn að tala kapitalismana versus bara heiðarlegan business sem að, þú veist, og það er akkurat þarna sem þetta gerist og þessum tíma þá var ég svolítið svona, fekk ég mikið áhuga á PR og svona síða sem heit PRWatch .org, það var svona háskólastofnun sem var að fylgjast með PR í Bandaríkjunum og þá var svo mikið þetta, sko, núna er ný samtök eitthvað, húsmæður með ethical notkun á sykri eða eitthvað, þú veist, skilurðu
og þið vitið það náttúrulega þetta þessi auglýsingastofa og þessi lobbyistar sem að gera þetta og ég fór að stúdera þetta og þetta var svo mikið svona fyrir mig, ég skil, ég fór að fatta hvernig PR virkar, svona alvöru sko. Þú veist, þegar fólk að manipulera, eins og í Bandaríkjunum með þetta gengi svo langt, þú ert að búa til hagsmunasamtök sem eru gerfi hagsmunasamtök til að berjast á móti raunverulega hagsmunasamtökunum. Þú veist, það eru hagsmunasamtök sem vilja heilbrigða fæðu í grunnskólum og þá kannski bara ykkur matvælaframleiðendur sem bý til ykkur gerfi hagsmunasamtök gegn eitthvað fyrir eðlilegri notkun á mjólk og sykri eða eitthvað svona. En ekki þetta sem þú ert að lýsa núna með, þú veist, eins og þú segir með IT og þetta sé gott, þetta ekki bara þetta klassíski heiminum að þetta ekki svartkvítt, það eru jákvæð og neikvæð hlið á öllu og að því, þú veist, á sama tíma og interneti einhvern veginn búið að búa til þetta opbóðslega flæða af upplýsingum, opbóðslega möguleika að vera upplýstur, unga kynslóðu núna bara ekkert á sama level og við í þessi krakkar eru svo upplýstir, en gallin að það er svo mikið flóðu upplýsingum að það er orðið mjög erfitt að greina rétt frá röngu og þá kemur PR-ið mitt inn að þá er dálítið auðvelt að manipuleita það því þetta er allt orðið svo flókið. Þá fer þetta að vinna saman sko. Og það sem að fólk áttar sig á að það er eins og til dæmis ef þú horfir á myndir svo Terminator og Matrix og svona, þá er alltaf sko mennin að berjast við róbotana, skilur við. Og það er alltaf svona ákveðin pæling, af hverju höfum við mannfólki sko tilhneigingu til að mála tæknina alltaf svona dystopíska sko. Þú veist, að ég held að hún getur verið útópísk sko, ég held að við getum farið með þetta á stað, þannig að það verður bara stórkostlegt fyrir mannkynið sko. En við þurfum bara að horfast í augu við hvað er að. En eins og þú horfur svona myndir svo Terminator eða það er eitt svona grundvallar vandamál eða svona rámt í þessu, það er það ef þú væri í alvörun að berjast í robot þú ættir ekki séns þú veist, robot eins og núna það er bara þú veist, gervigreindir að fara svo hratt fram þú veist, þeir eru náttúrulega búnir að vinna heimsmeistarann í ískák, heimsmeistarann í Go núna bara fyrir nokkrum mánuðum var ég lesa að bandaríski herinn er búin að vera að þróa gervigreind til að fljúga orrustuþotum sem er búin að taka alla ásana þeirra bara og jarða þá í svona simulatorum. Veist, og þá samt ennþá, þá er gervigreindin ennþá samt að fljúga flugvélum sem er hönnuð fyrir fólk. Skilurðu? Ég myndi að þú hannar síðan orrustuþotið sem þarf ekki að vera manneskja inni. Þannig hún getur farið á allt öðru sér sko og lætið gervigreind stýrinni, flugmaður á ekki séns. Þetta er bara búið. Skilurðu, eitthvað berist í lofti, það er bara búið. Þannig að sko tölvan, það sem að fyrir mér fannst með því ég lærði forritun og svona og fór skilita, þú veist það sem að þú vanmetur tölvan, hún prósessar sko svo mikið, það er svo rosalegt magn sem að streymir í gegnum hana og þannig að, og svo er gervigreindin að koma núna, þannig að, og hún getur orðið sko dreigið svo skynsaðar álektanir sko. Gervigreindin? Já, gervigreindin og hún getur sko Þetta er klassísk umræða sem er samt kannski ekki mikið tekin hér á landin. Ég er búin að horfa svo mikið á umræður, þú veist, bæði Bandaríkjunum og Bretland gervigreind. Og maður heyrir eitt sérfræðingin segja bara, shit, þetta er bara svolítið tapaspil. Svo segir maður það næsta að segja, nei, þetta getur nú bara orðið mjög flott, skilur. Og við vitum einhvern veginn ekki alveg essikið á bak við gervigreind. Er hún góð að slæm? Ég held bara, þú veist, sko, veldur hver á heldur. Veldur hver á heldur sko. Það er alltaf þannig og sko En er það ekki rétt hjá mér að gervigreindin er byrjuð að þróa sjálfa sig þannig að þetta er vissuleita að fara út úr okkar höndum? Jú sko, ég var einmitt okkur málþingi einhvern tímann og hann Áslaug Arnar lenti í því að ég var að spura einhverja spurninga og það var mjög óþægilegt fyrir hana en hún stóð sér frábærlega vel svona tölvu? Já, ég veist, það var bara eitthvað málþing og ég hef bara eitthvað bulla og hún tók að sér að sitja fyrir svörum og ég fór að spyrja hver á að eiga róbotana? Og hún sagði náttúrulega bara þetta klassiska svar náttúrulega bara þeir sem eru duglegir og eignast róbotana, þeir mun eiga þá og vandamáli er að þarna er eiginlega komin tími á að við getum ekki lengur hugsað svona. Þetta er þetta frábæð punktur, hver á að eiga róbotana? Hver á að, þú veit að bara, að tala það, eftir kannski 50 ár, þá getur bara verið með eitt svona dróna sem flýgur yfir landið og bara eldir kindurnar, skilur bara tínir kindurnar á hálendinu
bara verkar þær, slátrar þær, skila þeim vakuumbakkaðum, skilur ángríns, auðveldlega. Og hver á að fá eiga þann róbot? Eða eitt róbóta frystiskip sem bara veiðir upp alla kvóta Íslendinga. Easy. Verkar hann, frystar hann, vakuumbakkar hann, flýgur hann bara til útlanda. Það alveg örglóri tímabært að taka þessu umræðu. Þetta rosalega, ég búin að vera að tala við vinir mér langar að gera plötu sem hann heita hver mun eiga róbótana, en margir hafa bent mér á, þetta getur svona þungt efni fyrir svona poptónlist Já, samt, ekki vanmeta það, menna, tónlistamenn í gegnum tíðina hafa nú oft verið þeir sem að koma dýpstu skilabóðunum á framfæri. Akkurat. Og það líka ákveðin staður sem tónlistarmaður og sem listamaður sem fallegur, þú ert frjáls til þess að vera, ég frjáls til að vera fabrikita svona með alls konar hluti og þá getur þú kannski opna huga fólks og en að því að þetta eitthvað sem ég man til mist þannig að því ég var hjá Microsoft þá kom fullt af svona sprótafyrirtækjum og var að kynna fyrir okkur og eini sem komu þá voru strákar eða svona ungt sprótafyrirtæki sem voru búin að hanna lausn þannig að þú sýndir mynd á tölvuskjá og svo gætu bara séð nákvæmlega já, þessi mynd gerði pínu graðan, þú varst smá æstur þú varst glaður, að því þú voru að trakka augnhreyfingana þínar og augun, þau virka áður en að hugurinn, þannig áður en þú vissir að þú orðinn spenntur æstur, þá vissi forritið að því forritið sá hvernig auguðin hreyðist og þá vissum maður þá þannig var ég að byrja að fatta bara, vá, eins gott að þetta allt saman sé ekki bara í höndunum á þeim sem ætla að græða mest. Akkurat. Og svo erum við búin að vera að horfa á þetta, og svo finnst mér, ég búin að upplifa það, og greiði börni mín, fara með mér í bíó og eitthvað, ég er með eitthvað, mér finnst auglýsingar, við erum búin að hleypa auglýsingunum allt og langt, við erum búin að samþykja, þetta er svona eins og, þú veist hvað ég segja með froskin, eða þú setur frosk í vatn, já, og svo bara hítar að hægt og rólega, þá síður hann lifandi að því að hann hoppar ekki upp úr. Og svona, ég fatt að allir með 2015 og flutti ég til Spánar, og tók ég til því á YouTube, var miklu meira auglýsingum á YouTube heldur en hér. Og ég fatt að auðvita, það er því að allir á Spáni eru vanir, auglýsingum inn í öllu, en ekki á Íslandi, þannig að þeir svona uppa hægar, skilur. En þegar þú segir við sem búin að hleypa auglýsingum á langt, hvað áttu við? Þú veist, það er ekkert eðlilegt að ég borga minn í bíó og þarf að horfa á auglýsingar í 20 mínútur. Þú veist, það er ekkert eðlilegt að það séu auglýsingar inn í öllu. Það er ekki, eðlileg hugsun að það, í rauninni eina svona monetize, ef þú hugsar, nánast bara 9 hverjum 10 startupum í hugbúnaðargerð. Það hugsa menn, já, þú með eitthvað geggja hugmynd, ég ætla bara að gera svona app til að hjálpa fólki sem ekki ræta og svo séu hvernig ætlar að búa til pening. Ég ætla að vera með auglýsingar inni. Þú veist, og á sama tíma er auglýsingar alltaf að, það sem er búið að gera til það, við erum á svo vönu auglýsingunum, að þær þurfa að reyna að vera aggressífur, það þurfa að vera beinari. Þannig að það þurfa að vera bjartari litir, þannig að það er orðið meira og meira árit. Ég meina, þú ert að keyra hérna í bænum og það er bara eitthvað risastór auglýsingaskilti með LED-skjá. Ég hugsa bara, hvað er í gangi? Það er bara í lagi. Það er bara eitthvað LED-skjá og LED-skjá er að keyra bara eins og þessi hábjartu dagur og meira, skilur. Meira, já. Þú veist, taugakerfi okkar er bara hannað fyrir að þegar kemur kvöld og taugakerfi bara vaknaði minnstu breytingu og svo kemur bara LED-skjár. Rosalega áhugavert, ég hef stundum gert tilraunir með að fara í verslunarmiðstöðar af því það kom tímabili hjá mér þegar ég var svona einhvern veginn sem verst kvíðinn og þá höndlaði ég mikið áreiti svo illa. Þá þurfti ég að byrja að verja skinnfærin og á einhverjum punkti fór ég að venja mig að fara inn í verslunarmiðstöðar þegar ég þarf það, ég fer ekki mikið inn í verslunarmiðstöðar, með bara góða headphonea og einhverja rosa þægilega tónlist og blue blocking glerugu. Allt önnur reynsla. Já, veistu hvað? Því þá bara fattar maður, hér inni er bílað áreit á skinnfæranum mínum, en ég tek ekki eftir því. Nefnilega. Og takk til því, ferðin í verslun, það er alltaf svona flú og ljós. Alltaf. Til þess að stuða þig. Já. Af því að þá ertu líklegir til að gera eitthvað impulsive, sem er að versla meira. Svo er allt sem þú nauðsynjar innst í búðinni, þannig að það er allt þetta sem að
þá þannig að við koma Facebook loksins, það er mér langa að koma þessu, það er það að þegar Facebook kom fyrst, þá var ég bara svona ég hef ekki áhuga að vera inn á einhverju svona auglýsinga medium, sko. Þú veist alveg strax þarna búin að átta það á. Já, þarna er ég bara þú veist, þarna vil ég bara sjá eitthvað svona alheims þú veist, ég vil bara sjá eitthvað open source verkefni sem er bara eitthvað svona laus, þú veist, menn hafa reynt að gera þetta, sem er bara svona laus tengdir serverar sem saman mynda samfélagsnet sem engin á og öll gögnin eru frjáls og allir einkaaðilar eru jafnir, þú veist, sko WeChat í Kína er í rauninni, ef þú tekur Kína hana, er í rauninni betra módel því að það er sko rosalega mikið innovation í litlum fyrirtækjum sem er að þróa inn í WeChat. Er WeChat svona eins og Facebook? WeChat er eins og Facebook í Kína, það er allir á WeChat, það er enginn á Facebook og nefnað aftur um að Facebook er svo loka plattform. Þú veist, ef ég fórhundari með sniðu hugmynd, mér langar að búa til eitthvað svona app sem myndi gera þægilega fyrir þig að höndla með Messenger. Facebook hleypar eða ekki þangað. Þú veist, ég meina Facebook er ég er búin að með Facebook í 10 ár. Þú veist, Facebook er 15 ára gamalt fyrirbæri. Þeir eru ekki ennþá búin að útfara out of office reply á Messenger. Heldur það að sé að því að þið getið ekki. Þú veist, á Messenger að ég geti sagt, ef ég geti sagt á Messenger, herru, vinir mínir, ég verð núna í burtu í 3 vikur og mun ekki vera á Facebook, hringið bara í mig. Af hverju styðir þetta ekki? Að því að þeir vilja ekki leyfa þér að vera aftengdur. Og þetta er bara allstaðar í hönnun ás. Og þetta er ekki að þetta sé eitthvað evil samsæriskenninga dæmi. Þetta er bara að því að sko, þetta er svona þú veist, þetta er svo þú tekur tækni, þú tekur einhvern mann með vondar meiningar. Hann er þá kannski 10. Svo tekur þú tækni og þá getur þú margfaldaðan. Þá getur hann verið með skemmdar hlutvöldin 1.000.000. Því tæknin er margfaldari. Og svo er tæknin að margfaldast. Þannig að tæknin verður sko, að því að hún fylgir ekki svona, hún er ekki línulegum skala að örgjörarnir eru aðeins hraðari heldur en í fyrra. Það er allt bara, þú veist. Veldisvöxtur. Já, þannig að sko, það sem við erum alltaf að sjá núna að gerast, það er þessi rosalega auglýsingamenning og hún kemur rosalega hratt inn í það að, þú veist, að við förum frá því að vera kannski með product placement í bíómyndum og svona, yfir það bara að það er ekkert óeðlilegt það að listamenn séu sponseraðir og auglýsingarna bara fara inn í allt og listamenn séu sponsoraðir mennur að auglýsingarna fara inn í listina bara? Já, þú veist bara, þú segir þú bara listamaður og þú bara ákveður sponsoraður bíl og einhverju sponsoraðari úlpu og allt þetta. Og þetta er bara einhver lína sem að hefði þótt óhugsandi. Þú veist, þetta hefði þótt svo óhugsandi. En er ekki, mér finnst þetta svo rosalega kjarna umræða sem við erum í, einhvern veginn með þetta, og því þú sagðir að þetta er ekki eitthvað evil corporation. Ég sé þetta svo mikið gegnum fjölmiðlana, og þá er þetta hvað heldur að allir fjölmiðlamenn séu með í einhverju samsæri? Nei, en þeir eru ekki að spurja svo hverjum degi hverjar eru forsendurna fyrir vinnunum minni. Skilur, og bara, þú veist, eins og í til dæmis bara erlendum fréttum. Ég er kannski að gera mitt besta sem fréttamaður á Íslandi í erlendum fréttum, en ég get ekki verifæða sorsin af upplýsingunum að því það er kannski eitthvað bílsprengju árás og þeir einu sem fá að koma nála bílnum með bandaríski herinn. Þannig á endanum eru þeir að gefa mér upplýsingarnar þó ég sé velviljað fréttamaður. Og alveg eins með þetta, þú getur verið með velviljað fólk að vinna í þessu öllu, en síðan eru forsendina kannski skakkar og mér er svolítið kannski svo þetta að því ég er bara að prósessa margt meðan úr tala með tæknin á tölvunar, ég nýbúin að taka viðtal við hagfræðing og hann var svolítið að tala með þess að skekkju hagfræðinni. Hagfræði er félagsvísindi en ekki eðlisfræði. Já, akkurat. Og hagfræði talar hinn hagræna mann. Akkurat. En svo er mannfólki bara alls konar. Og þá er það einhvern veginn þetta á meðan að fyrirtæki hafa gengið út og bara skila hagnaði. Svo kemur eitthvað fyrirtæki sem er búið að skila arði í 10 ár samfleitt, svo kemur COVID og þá bara gjaldþrot á korteri, því það er ekkert búið að vera fjárfesti í innviðunum. Einmitt. Menn er bara búin að vera að kassa út og þetta var svona eins og Microsoft líka. Maður svo þetta, þú veist, hjá yfirmönnum, það er rosa mikið mál að ná dílunum inn, loka öllu, til þess að ná fyrir næsta ársfjórðung að kassa út bónusana. Og þetta er það sem að, þú veist.
Og þá getur við verið með fullt af velviljuðu fólki að vinna vinnuna sína og endanum eru forsendina bara svolítið skakkar. Ertu búin að sjá hérna The Social Dilemma? Já, þú veist, fyrir mér, ég tengdi rosalega við þessa nörda hérna. Já. Af því að ég tengi, og það eru svo margir svona, skilur, hérna, fólk sem bara virkilega leið eins og að vera að taka þátt í einhverju góðu. Akkurat. Og fattar svo bara allt innu, mér var svo rosalegt, ég las einu svona viðtal við hérna unga mann sem var að lýsa reynslu sinni af Íraksstríðinu og hann sagði, þetta satt svo í mér, hann sagði sko, ég ólst upp við það að verða, þú veist, ég var alltaf við langa að verða Luke Skywalker og svo þegar ég var, þú veist, komin í Írak og ég held ég var að fara að gera gott og hjálpa og gera gagn fyrir landið mitt og líka fyrir Írak, allt í einu fattaði að ég var orðinn stormtrooper. Einmitt. Að þú veist, þú er bara einn af enemy í einhverjum búning, persónulaus, aðrunni ganga erinda, hergagna iðnaðarins, að mjög stóri leyti. Þess vegna svo, ég hef verið að hlusta á viðtöl við fyrirverandi hersöðingja og þegar þeir eru að tala stjórnmálamennina sem eru að taka ákvörðun stríð, þá segja þeir, allir þessi stjórnmálamenn myndi að taka aðrar ákvörðunir þegar þau sjálfur verið í stríðunum. Ja, alveg pottið. Skildu, af því að sá sem hefur verið í stríði hugsar stríð sem last resort, algjörlega absolutt last resort. En ef þú stjórnmálamaður og aftur alveg eins og yfirmaður fyrir það bara hagnaði fyrirtækinu og þá ertu kannski ekki það bara orðið blind spot það loka fyrir ákveðna hluti í heilanum maður. Já, við þurfum bara að gefa aftur, þetta eins og þegar maður tala Facebook og social media og þetta. Þú veist, ég man ennþá eftir því, þú veist, þegar ég var í háskólanum og var að byrja að vinna sem forritari, þá kom vinur minn til minn og sagði, heyrðu, þú verður að prófa þetta. Og hann sló inn google.com. Og ég, maður alltaf verið hérna og alltaf vista og eitthvað svona skiluru, sem fannst ekki neitt, bara skrifað bókasafnsfræðingum og eitthvað, kom bara eitthvað svona hierarkí að einhverju, Hvenær var þetta, segir? Það var 2000 eða 2001. Sem þú ferð fyrst inn á Google? Já. Og ég man, þú veist, ég bara, vá, maður sló inn og það kom það sem varst að leita. Bara fyrsta. Af því að það sem að Google listi, það var þetta ranking. Þeir voru mjög snjöll aðferð. Að í staðan fyrir að reyna að skilja síðurnar, þá bara skoður hverju aðrir að benda á þessa síðu og ef að það eru góða síður, þá það líklegri til þess að, og þá liftar það þinni síðu. Þannig að, þú veist, áður fyrir tíma Google, þá var leit á netinu alveg rosalega vinna. Maður var að þræða í gegnum síðu eftir síðu eftir síðu. Svo kemur Google og þetta var bara búm, og þetta engin róði þetta. Microsoft voru búin að vera með svona R&D, eitthvað 30 manna hóp í Dublin, sem voru bara allir með doktorsgráði í leit, að gera bestu leit í heimi, að þeirra eigin mati, eitthvað doktorsirkir það. En þeir átti ekki róði þetta. Og ég man svo hvað þetta var, ég var svo hrifinn af Google, að þeir voru sko í til með svistalegi, þetta voru tveir bara ungi menn mjög svona veist, mjög einlægir mjög, þú veist mjög Larry og Sergey sem stofnuðu Google. Já, bara rosalega miklu nördar og bara gera gagn fyrir heiminn og þeir finnit upp og þeir byrja strax að setja pening í open source, frjálsan hugbúnað. Þeir eru að segja að við viljum vera afl til góðs í heiminum. Við viljum vera afl til góðs í heiminum. Þeir fara að setja pening í Linux, þeir fara að setja pening í allan þennan frjálsa hugbúnað. Og svo kemur náttúrulega þessi eðlilega spurning, hvernig eiga að græða pening? Og það sem þeir gerðu var rosalega fallegt. Það var svona lítill kassi við hliðina á, þú veist leita niðurstöðunar, og svo var svona kassi við hliðina sem stóð ads. Og þar komu svona nettar auglýsingar. Og það svín virkuð, skilur. Og ég sagði, vá, hvað þetta fallegt. Þetta rétta módelið. Þú veist, auðvitað, ég notað þetta fría þjónustu, auðvitað borga ég, ekki vandamáli. Og þá var það bara svona smekklegur, svona smá auglýsingakassi við hliðina sem að birtir relevant auglýsingar. Geggjað. Slóganið hjá Google þegar þú veist all fyrirtækir með svona slógan var don't be evil. Í alvöru? Já, don't be evil. Þeir eru búin að taka það í burtu. Af hverju tekum maður svona í burtu? Skilur Hvenær tókur þetta í burtu? Ég held að það hafi verið 2008 eða 10, ég veit ekki alveg hvenær. En þetta var alveg fyrsta árin.
svo fengur, síðan kemur Silicon Valley, fjárfestarnir, peningarnir, það verður risa fyrirtæki og verður stærra og stærra og stærra. Hvernig er Google í dag? Þeir borga enga skatta. Þeir eru með ekta dæmi, það er eitthvað fyrirtæki í skattaskjóli sem á IP-ið og öll hinn, þetta er eins og álfyrirtæki en allt þetta. Og öll fyrirtæki sem eru að vinna vinnuna, þau skulda móðufélaginu svo mikið og að þau er engin hagnaður í þeim og svo bara allur hagnaðurinn í ykkur skattaskjóli. Þannig að þau eru ekki raunni þáttakendur í samfélagunum sem þeir eru í, að til leiti. Öðrulegi, þú googlar eitthvað í dag og sponsuraða niðurstöður fylla skjáin. Hefur tekið þetta í. Og þú sérð ekki eins og að það séu sponsoraðar. Þú sérð ekki að, ég googla bara eitthvað svona, meiri segja, ég myndi googla bara eitthvað, ég myndi kannski googla bara Basecamp Project Management, sem bara nafn á ákveðnu Project Management systemi sem ég var áhuga að skoða. Þá kemur kannski 2 samkeppnisaðilar á undan, að þeir eru búin að kaupa auðlýsing. Og það er ekki skýrt að þessi auðlýsing. Og þá myndi ég segja að það er akkurat þarna sem myndi gengi og lánt, skilur við. Þarna er línan. Að það er búið að fara, og af hverju fóru, mér finnst þetta rosalega áhugavert, af hverju fóruður yfir þessa línu? Sérðu Zuckerberger, sérðu sást hann í yfirheyslunum, þú veist? Ertu búin að horfa á hann í yfirheyslunum? Já. Ég er nú ekki mikill samsæðiskenning að kalla svona eðlufólk eða eitthvað, en hann var eins og eðla. Ég veit það. Hann var Joe Rogan talaði með mitt, hann sagði þú veist, hann er svo geimvera því það drekkur engin svona vatn. Sullaði, sá þig flottur. Ég er ekki eðlu. Hann var svona. Já. Einmitt. Það var eitthvað, bara, þú veist, ég vil ekki vera eins og einhver samsæðisnöttari, en hann var eins og róbot, Já. Og þá var mér að hugsa hvaða maður er þetta? Þú veist, er þessi maður... Þú veist, ég myndin að það er social network. Jú. Já, þú veist, hann kemur ekkert rosa vel út þar. Nei. Þú veist, hann er ég held að sé alveg ekkert, þú veist, hann er alveg svona típist dæmi svona nörd, sem er svona svolítið mikið hrokafullur og mikla trú á eigin, þú veist, vitsmunum. Það er svolítið algengt hjá ungu mönnum sem eru mjög klárir. Þeim finnst þeir vera svo miklu klára en allir aðrir og finnst aðrir vera svo heimskir að þeim finnst að á einhverju levelistum að þeir eru alveg rétt á að gera alls konar hluti og og þú sér hvernig hann verður svona stór og hann tekst náttúrulega ótrúan hátt að vera bara, ég held að hann er bara langstæsti eigandinn, hann er ekkert búin að þinnast svo mikið. Nei, hann er búin að þinna þetta mjög lítið. En myndið þú halda sem forritari að þú veist að þetta er svo risa corporation skilur hann allt sem er í gangi? Nei, er það nokkuð? Nei, ekki séns. Og endar þetta ekki mitt á að verða bara eitthvað svona skrýmsli sem byrjar að vaxa í einhverjar áttir og þá var hann eða þeir sem voru að stýra ekki búin að hugsa fyrir einhver og svo bara gerist það á þess að þeir hafa allar sér. Ég held það. Ég held að það sé nefnilega, þú veist, það eru bara nýjir tímar núna. Þú veist, tæknin er bara, þú veist, eins og við erum að tala um umræðu. Fólk segir að allir eru svona viðkvæmir núna, má ekki segja hitt og þetta. Þetta er bara nýjir tímar. Það er bara komin magnari á allt sem ég sagt. Einmitt. Og við þurfum bara að sýna meiri ábyrgð í öllu sem við erum að gera og hugsa og vera meðvitað stóra samhengið. Og hugsa kannski eins og bara, núna verður að tala um global warming. Þú veist, ef þú skoðar þetta, mér finnst þú rosalega áhugavert að skoða það sem heitir uppsöfnuð losun, sem sagt accumulated. Sem sagt ekki bara losun í fyrra, heldur hvað hefur hvert land losað frá því að losun hófst í rauninni, frá því að brennsla jarðefna eldsneytis hófst. Og Bandaríkin eru bara, þú veist, þeir eru bara með langmestu losun. Kína getur ennþá brent bara, þú veist, í 2-3 ári viðbót, veist, en þeir eru að ná þeim, en þú veist. Ég meina þessi tvö Kína og Bandaríkin eru náttúrulega en þú veist, pældi Kína er náttúrulega 4 fjölmennari og þeir eru samt ekki ennþá komin nálægt í að losa mikið Bandaríkjamenn hafa gert, þannig að þú myndir segja ef það ætti að vera réttlætt á jörðinni þá ættu allir að hafa jafnan séns, semst það má ekki eitt land losa alla koltvísýringin og hinn er ekki skilur þetta eins og þú veist, það má ekki einhver einn bara, þú veist, það verður 3 bræður sem ætla saman að veiða í vatni og einn fekk að veiða fyrst og hann kláraði bara allan fiskinn og hinn hafa bara ekkert. En snildin í þessu módeli eins og hjá Zuckerberg og Facebook og þessu er að þegar að
Því nú ég að koma úr þegar við erum að taka þetta við nýbúið að hakka Facebook og Instagramið mitt og þess vegna ég kannski svona þess vegna finnst mér svo gaman að tala þetta við eitthvað sem skilur þetta vel eins og þig vegna þess að ég veist ekki alveg að við fara í þetta tæknidæmi sko, ég ennþá bara svolítið svona, mér finnst það geggjað sko. Ég ennþá bara svolítið svona eins og violated sko, svo ég sletti bara að því að bara búið að brjóta þinn hjá mér og síðan expósar þetta ferli fyrir mér ég hérna Sölvi, ég get verið með hérna passan minn en ég get ekki hringt í Facebook ég get ekki talað við manneskjur og jafnvel þó ég sé vel tengdur og ég hef með öfluga menn að reyna að vinna í þessu fyrir mig þá er liðið vik og ég er ekki enn búin að fá Facebookið mig tilbaka vegna þess að ég bara tala við róbota og þetta eru bara automation, skilur við en ég get bara að lofa það er engin deild á Facebook sem er eitthvað customer service eitthvað að láta þilja vel nei. En síðan kemur þetta að það sem gerist hjá mér þegar þetta gerist er að þá fatta ég við viljum öll geta sagt bara eitthvað já, samfélagsmiðlar eru nú ekki mikilvægir en jú, þeir eru það bara vegna þess að þetta er aðal vinnutæki mitt ég læt vita, ég er búin að safna upp í 12.000 manns á Instagram, ég læt vita af næstu þáttum, þetta er mín og ég fattaði allt í einu daginn sem ég misti þetta allt nú er ég komið með Instagramið mitt tilbaka vonandi heldur það, að þá hugsaði ég ok, ég er ekki lengur með hátalaran sem ég vanur að hafa til að útvarpa mér, skilur og ég get ekki sagt bara hvað að fokk Zuckerberg ætla þá bara að fara þangað af því vandamálið er að það er enginn þar sko, þetta er eins og bara, þú sér það náttúrulega mér fannst hrikalegt þegar Facebook keypti WhatsApp sko. Og svo keyptu Instagram já, og þú veist, þeir eiga WhatsApp þeir eiga Instagram þú veist, þeir reynda að kaupa Snapchat og þegar Snapchat sögðu bara að lokum við ætlum ekki að selja, þá bara sögður ok við munum drepa ykkur og síðan þá er Instagram bara búið að kópera hvern einasta fítur sem Snapchat kemur með, bara búm þeir eru bara á svona vegferð með miklu meiri rísosa að jarða Snapchat og þá segir maður ok, hvað hérna mjög svolítið gott þess að maður heyri svona tölvu nörd að segja, þeir segja bara þú veist, interneti er svo fallegt interneti er ruglfallegt sko. Veist, bara, við erum að tala það að er hérna eitthvað sem heitir RFC sem að kalla sko Request for Comment og í gamla daga hérna 60, 70, 80 þetta er að fara af stað, þá eru vísindamenn allan heim sem er að vinna hjá alls konar rannsóknarstöðum og hjá hernum og svona, að þeir eru að koma sér saman með þessa staðla. Þetta er HTTP, fyrst var alltaf TCP/IP sem er neti keyrir á og svo HTTP staðlinn sem kom á það og HTML, allt þetta dót. Og allt er þetta bara eitthvað svona, það er einhver eitt sem segir, heyrðu, við þurfum mér langar að nota interneti til að senda tölvupóst. Ég bý til skjal sem heitir RFC, Request for Comment, tölvupóstur á að vera svona, hann á að hafa title, body, to, from, cc, bcc, skilur, lýsi bara tölvupósti og svo þetta að setja okkur að síðu og bara nördar allan heim sem á áhuga, bara, heyrðu, bætum þessu, og svo endanum er þetta bara samþykkt og þá byrja bara allir að forrita kerfi sem að stiga þennan staðal. Og útkoman er tölvupóstur. Sem að enginn ræður yfir, skilur, tölvupóst sem bara flæðir yfir netið. Svo kemur hann einhver og segir, heyrðu, mér langar að nota netið til þess að vera með myndir og texta eins og bækur og það er búið til RFC HTML. Þú veist, sem er raunni fyrsta netið, þú veist, með giftmyndunum og allir þessu. Og allir gera það og það er enginn eitt sem á það, skilur. Og svo náttúrulega reyndu Microsoft að eyðileggja það sko með Internet Explorer, það er alveg svona saga út af fyrir sig, þeir voru svolítið að reyna að berjast gegn netinu í mörg ár því að það var á móti þeirra hagsmunum sko í Windows, en þú veist, þetta er að mínu viti svo fallegt og rétt að þú veist, vísindamenn allan heim er að hjálpast að og fólk sem hefur ástríðu er að hjálpast að og hvað verður svo? Svo verður til eitthvað plattform, svo getur menn búið til business og það. Svo getur þú búið til business sem búið til vefsíður eða búið til business sem það að skrifa besta e-mail. Þegar maður er ekki endilega sko alveg til vinstri þó maður sé að tala á móti sem einokun stóra fyrirtækja. Einmitt. Að þú veist að persónulega finnst mér nefnilega þau eru að þau sem standi í vegi fyrir nýsköpun. Nei, bara ekki bara alveg til vinstri, heldur beinlínis er það bara þannig. Við erum stödd núna á tímum þar sem að þegar maður er byrjaðar að sjá svona fyrstu tilburðina hjá Facebook og YouTube og svona til ritskoðunar. Það bara, þú veist, þetta tungumál er ekki í lagi. Núna í COVID-inu, það er bara svona, ef þú ert ekki með COVID-stimpil, þá tökum við bara út alla umfjöllun COVID, skilur við. Þá fattar við bara, þetta eru
valdamestu einingar heimsins. Já. Og það bara ekkert sniðugt að þær sé á fáum höndum eða bara á einni hendi, það bara stór hættuleg. Ég meina, þetta svo bara pabbi minn, að hann var sem sagt bara fyrir 2-3 árum að pabbi, hann var ekta bara svona 85 ára maður með 12 heima og svo fyrir hann eitthvað að tala mig, já það er alltaf einhver hann að reyna að selja mér hann eitthvað, með svo góð hús og góða díla og eitthvað og ég fyrir að skoða og þá er bara svona augljóslega svona spam síða sko sem hann að fá og það er náttúrulega, þú veist, það sem er svo hrikaldi Facebook, þeir eru svo ábyrgðarlausir eins og allir sem Brexit að ef einhver að rannsaka núna Brexit, hann getur ekki ringt í Facebook og sagt, þið til að láta okkur fá yfirlit yfir hverjir keyptu auglýsingar, hvaða auglýsingar það voru og hvernig það birtust. Skilur hvað við? Þeir keyra á einhverjum rosalegum lyga herferðum, þú sem byrt þú allt. Skilur, ef ég myndi byrta núna bara í bara Morgunblaðinu, bara heilsi auglýsingum með einhverjum lygum, þá er það alveg bara hægt að segja, það er bara að taka blaði, skilur, þetta er bara sönnum fyrir því að ég keypti auglýsingu sem er lyga. Ef ég myndi bara láta það byrtast eitthvað hér og þar, ég myndi segja, ég ætla bara að láta það byrtast til fólki sem er eldri en 70 ára og er búið að læka framsóknarflokkinn og eitthvað, þú veist, að þá, þú veist, að það... Það er það sem miklu óljósara. Þetta er algjörst, það er ekki hægt að reyka þetta. Þó eitthvað myndi reyna að kæra mig og það færi fyrir dóm, þá myndi íslenski dómurinn ekki geta sendt Facebook erindi og fengi með dómsúrskurði lista yfir hvað auglýsingar ég keypti. Þú veist, svona lokað er þetta og þetta er það sem þeir keyra á að eins og ég segi, pabbi var að fá þessu auglýsingar hana og þetta var svo augljóslega skam. Það var svona léleg þýðing af einhverju, ég trú ekki, ég græddi 100 milljónir og eitthvað og ég fór náttúrulega strax bara eins og ég gerir rosalega oft að ganni mínu á Facebook, ég fyrir að reporta, samverksamlega, bara report this post og þetta er bara misleading skam og eitthvað svona og bara annarkvært sinn, svo fæ ég svar á Facebook bara já, við reviewum þetta og komumst að þetta brýtur ekki gegn community standards. En svo brýtur það gegn community standards eins og þegar ég setti eitthvað tíðan inn, ég var að halda eitthvað ég var með einhverjum öðrum og við vorum að halda helgi þar sem við vorum að gera jóga og hugleiðslu og kuldaþerapíu og þar hafði ég hitt Wim Hof og hann er alltaf með ísmannin og hann er alltaf með logo hans er breathe motherfucker. Já, einmitt. Ég gæti ekki auglýst það því að það braut gegn language hjá Facebook. Þannig að stórhættular misvísandi upplýsingar er í lagi en ef það er eitthvað svona smá brota og að ég er að blóta, þá er það bannað. Nei, þetta er bara... Við erum að ranta Facebook. Já, við erum að ranta Facebook. Ég segi það bara full þörf á því. Margir sem að elska forritunarbransan og svona, þeir segja þeir eru með svona niðurdregnum svolítið í dag og segja við byggum til allt þetta frjálsa net og allir þessa frjálsu staðla og svo kom bara eitthvað fyrirtæki og bara rændi þessu. Setti bara eitthvað ofan á, þeir gerða það vel, þeir unnu MySpace og þeir eru ekki svona einhvern veginn valdi, en ég held bara, ef við tökum þetta eins lengra og segjum bara, nú þurfum við bara að tala um þetta, við þurfum bara að akta á þetta og það er að gerast. Sem betur fyrir erum við með stór öfl í heiminum eins og allir með Evrópusambandið. Við séum bara eins og hérna með Max, hérna 737 Max þótturnar, þá sér það alveg kapitalisma, meiri segja bandarska flugmóla eftirlitið, ætlaði ekki að stoppa þótturnar. Það þurfti Kínverja og Evrópusambandið. Þannig að það eru sem betur fyrir öfl í heiminum, valdablokkir, sem eru ekki ofurseldar þessum kapitalisma og við þurfum bara einhvern veginn held ég að vinna því að eins og ég segi... Þetta er aftur, fyrir ekki að grípa á mig, með þessar valdablokkir, þetta er það sem hefur alltaf truflað mig svo mikið við umræðin á Íslandi Evrópusambandið og Evrópu. Það er alltaf bara einu rökin ætti að vera græðir Ísland á þess að tapar á þessu peningum, en ekki viljum við vera hluta Evrópu. Einmitt. Af því kannski er Evrópa vissuleiti lýðræðislegasti og heilbrigðasti hluti heimsins. Við viljum bara vera með þar, Mér finnst það, ég finnst bara þetta vanta inn í umræðina. Mér finnst þess að maður að vinna eins og ég var svona með Indverjum og Kínverjum og svona í genið forrituna og ég upplifa alltaf, að Evrópa séð mjög svona jákvæð. Fólki sér... Að í Evrópa, það er eitthvað sem segir manni, eiginlega allir vinir mínir í Bandaríkjunum eru núna bara, ég er að pælja að flytja til Evrópu. Já, líka þetta að fólk sjáu Evrópu sem eitthvað svona jákvæð. Eða svona eitthvað hátt, þess að sé eitthvað svona
og mér finnst, þú veist, ég alveg hérna með Skandinavíu, sko. Mér finnst þarna, ég rosalega stoltur af því Skandinavíu að vissuleiti þetta eru heilbriðustu samfélag og mannkynssögunar að vissuleiti, sko. Er það ekki? Skandinavíu nútímans, að mínum mati. Ég var að hugsa svo þegar ég bjóði í Danmörku þannig 5 ár, þú veist, það bara hvaða var, sko, þú veist, eins og það er svo mikið svona, og sérstaklega hefði maður sá eins og einn bandariskur, yfirmaður minn sagði, sko, þú veist, hann var að tala ég var að spyrja út í munin, þú veist, að nú var hann búin að búa heilt ár í Danmörku og hann var að tala sko bara, þú veist, aðalatrið sagði hann var bara, þú veist, þegar ég fer út í búð þá er ekki eitthvað, þú veist, manneskja sem hefur gefna að fara til tannlæknis að afgreiða mig, kannski með veikt barn heima sem hefur ekki svona efni á að fara til læknis, skilur, þú veist, og þessi sko reiði og vantraust sem verður til hjá þeim sem hafa ekki, gagnvart þeim sem hafa. Og þú veist, og það þú veist, ég held að bara það sem að gerast núna, heimurinn að það verið að sparka okkur upp á næsta vitundastig, rosalega hratt. Og því vitundastigi, nú fyrir við verið í andlega, þá bara virka ekki lengur bara þetta einhvern veginn, maðurinn bara dýr og hugsa bara eigin þarfir, og ef allir hugsa bara sína eigin þarfir, að þá sameiginlega, veist, eins og þess sko hugmyndir þú veist, að markaðurinn leysi öll álitamál og allt þetta, þú veist, að við erum að fara inn á tíma þar sem við bara þurfum að girða í brók og iðka samkennd þess að allir þurfa bara að reyna að skilja hina. Mjög góð punktur, því bara þetta sem þú sagði nú náðan, markaðurinn leysa öll vandamál. Sko, hvað er markaðurinn þegar annarkvært stórfyrirtæki hefur þurft aðstoð frá ríkinu annarkvært í rauninu 2008 eða núna í COVID? Já, þú veist, þá er þetta ekki lengur markað. Það er það með skemmtilegt við þetta, sko. Þeir sem að reyna að halda þig fram að einhver svona Milton Friedman kapitalismi sé nú ennþá bara svona alveg, það var aldrei hugmyndin hans að öll þessi stórfyrirtæki yrðu ríkistyrt. Einmitt. Þannig að þegar komið í ljós að við verðum að gera þetta eitthvað öðruvísi. Já, það er akkúrat máli. Ég er búin að vera að taka þátt í sprotafyrirtækjum og mér finnst sko eiginlega allir frumkvölar sem ég þekki eru jafnaða fólk. Mér finnst það áhugavert, sérstaklega í tölvubarsanum. Já, því það er einhvern veginn, jafnvel þó þú værir svona gamaldags kapitalisti, bara já, heyrðu, ok, ég vil bara þeir sem vinna mikið og eru duglegir, mega alveg eiga meira og mega þjána meira. Kapitalismi nútímans er eitthvað allt annars. Já. Það er bara fólk sem er ekki að búa til nein verðmæti og er bara að skaða, það er kannski bara þén einhverja milljarða. Einmitt. Pældi í Hagkaup, þú veist, Pálmi Hagkaup, hérna bara, þú veist, þegar ég var lítill, maður kom í Hagkaup, Hagkaup var bara að risa vinnustaðar, bara fullt af fólki, maður getur alveg sér fyrir bara ásátíð Hagkaup eða eitthvað, þú veist, bara svona, þú veist, fullt af fólki sem bara átti þeirra ævistarf, það var bara að vinna í Hagkaup og bara, þú veist, ábygglega bara verið mjög gefandi starf. Þú veist, og dóttir mín var, ég maður þegar hún var eitthvað 17-18 ára, þá var hann að vinna í Hagkaup, það sem að 24/7 búðinni. Og mér fannst það svo magnað, þú veist, það var ekki eins og sko fræðsla, þú veist, það var svo mikið, þau voru svo disposable, skilur. Bara mættu hérna, starta þessum kassa og svo fyrir þetta í tíma. Og bara einn vaktstjóri sem er bara 20 og 2 öryggisvörður sem er 22 og svo er þetta bara með mesta gróða batteri per fermeter á Íslandi. Nú ert að gefa mér hérna fullkomið tækifæri á að tala vel aðilar sem komu hérna inn sem styrktaraðilar. Fjarðarkaup. Ok, geggjað. Fjarðarkaup er ennþá ekki komið með tölvukassa. Fjarðarkaupum voru með starfsfólkið ógeðslega lengi og þeir eru ekki búin að fransæsa sig í Smáralind og Kringluna og eitthvað þó þessi margbúið að byggja það. Einmitt. Og þú veist, spurningin er þessi, en auðvitað verður þá á einhverjum punkti erfitt. Það er erfitt að keppa við þá sem eru bara að horfa á vinnuaflið sitt bara sem eitthvað sem má bara henda jafnóðum. Já. En á einhvern nátt eins og ég hugsa að ég er til í að borga aðeins meira fyrir að Fjarðarkaup fá að lifa, sko. Einmitt. Vegna þess að ég vil verðlauna þá fyrir að halda þessu svona áfram. Og það er þessi staður sem við erum á núna. Maður finnur á sömu stöðum sem maður fyrir heimsótt að það er komin aftur stemning fyrir, heyrðu, ég nenni ekki að versla við corporate bakarið. Hérna er komin nýtt bakarið þar sem eigandinn er á bak, ég vil kaupa brauðið mitt þar. Einmitt. Og maður sér svona á sem hipsterastöðum í Bandaríkjunum eins og í LA og Portland og svona, það er þetta svolítið, ef þú átt smá pening þá viltu bara versla við veitingastað þar sem eigandinn er á staðnum. Það er að myndast smá svona mótvægi, sko. Ég hugsa stundu, sko, það talaði um hérna Generation Z, eða Zeta. Hvað verður næsta kynnslóð? Generation Thought, eða það ekki okkur? Jú. Thought kynnslóðin. Sko, ég geti trúið því að Thought kynnslóðin, sem er þá kannski, þú veist, eftir, 10 ykkur ári eða eitthvað svona, það
gæti verið sko kynslóð sem myndi ekki vera samfélagsmiðlum og mömmu og papparnir eru sko eins og fóreldrar mínir til mis, fréttir eru til mis svona fyrsta samfélagshakkið sko. Þegar mamma og pappi alast upp í sveit þarna 1930, 40 eitthvað sliðis, þá var náttúrulega bara rosa merkilegt að einhver koma á bæ með fréttir. Einmitt. Þannig að þegar þau eru fullorðin sko að fara að búa og fréttir fara að koma í sjónvarp, þá er það eitthvað sem enginn átt að missa af ef hann ætlaði að vera helvita maður sko. Sjálfsög. Og þannig að þegar ég er síðan unglingur og hef engan áhuga á fréttum, þá er það bara alveg óskiljanlegt fyrir þau sko. Og ég er eftir á móti tölvunni og þessum samfélagstengingum öllum sko, og svo er ekki bara líklegt að næsta kynslóð af krökkum verði bara svona hafi engan áhuga á þessu og foreldrarnir verði bara, ertu ekki búin að setja hann á TikTok, sett hún eitthvað á TikTok bara, nei, fuck this maður við erum að smíða kofa í heiðmörkinni og þú veist, af hverju ekki sko, Þetta er alveg pæling sko. Ég held að þú veist, við munum maksa þetta við erum að maksa þetta svo mun fólk bara lítið baka og segja bara wow, þetta er bara eins og þegar að menn fundi upp sko trommuheilan 909 og bara 6 ár það var bara trommar og atvinnlausir það var bara eitthvað allir, þú veist, bara 80s tónlist skilur og það var allir bara að tala, já, trommur eru búnar og bara trommar eru atvinnlausir eitthvað, svo bara allt í vaknaði eitthvað og sagði bara, heyrðu, þetta er hundleðilega skilur, bara trommum onni trommuheilan og eitthvað þú veist. Þetta er náttúrulega eitthvað sko sem, þetta sem talaður áðan með allir vera hneykslast núna og við mættum ekki segja hluti. Já. Er ekki líka bara svolítið þannig að við þurfum alltaf að finna jafnvægið. Mér finnst núna sko, þú veist, það kom tímabil þar sem að bara einhvern veginn rosa mikið var leyft, svo erum við núna búin að fara svolítið langt í hneykslunaráttina og þá er að myndast, finnst mér svona aðeins hneykslun gegn hneykslurunum. Já. Sem er bara svona, grínistar verða nú áfram að geta fengið að djóka og er þetta ekki alltaf þannig, við erum bara alltaf að leita þessum balans og eins og segir, næsta kynslóð gæti bara, ef við förum of langt overboard í þetta þá tósar hún okkur kannski bara aftur í hináttina sko. Ég held það. Þú veist, næsta kynslóð gæti bara verið bara með biblíun á lofti eða hver veit, þú veist, ég held allavega að við erum svolítið svona, við erum að maksa þetta núna, þú veist, tæknin er að maksa og frá mínu sjónarhorni, raunverulega áskorunin er hver mun eiga róbotana, við þurfum að ræða það. Þetta er risastór spurning. Þetta er raunverulega spurning, þú veist, hver mun fá að eiga hennar kindaróbotinn, sko, sem státar allir kindunum. Já. En auðvitað náttúrulega kannski á endanum er það ekki gott dæmi því að við munum líklega kannski á endanum bara hafa kindur bara og elska þær skiluru og hætta að borða þær. Jú. Og bara hugsa þær og hlúa þeim og borða gervikjöt eða eitthvað. Jú, en það skilja allir þetta dæmi samt. Já, en dæmi samt þetta og þú getur bara tekið á hvaða business sem er. Þegar þú komið með þessi margföldunar áhrif, þá er þetta bara þannig, heyrðu, það gengur ekki einhver eigi þetta því þá á hann bara all. Einmitt. Þannig að þetta er að verða, og það er svolítið það sem er að gerast eins og núna með þessa samfélagsmiðla, þegar er einn aðili sem á WhatsApp, Instagram og Facebook, þá er hann bara orðin of valdamikil. Já, sérstaklega eins og þú segir á hann, þú veist, það er ekki þeirra hag að gera okkur þægilegt, þú veist, ef að Facebook var að hugsa fyrir okkur, þá myndi segja, gera mér auðvelt fyrir að fara offline, þú veist, eins og ég segi, gera eitthvað out of, ég er í burtu skilabóð, Messenger, hjálpa mér að geta kannski einum degi, þú veist eins og þannig að þegar maður er að schedulara postum á Instagram og svona, þú þetta er með business account og það er svolítið mikið vesen. En hvað myndir þú segja í þessu? Því mér finnst þetta að vera líka svo skemmtileg umræða með hver er að, þú veist, er einhver einstaklingur sem tekur þessa ákvörðun að Facebook sé svona, eða er þetta bara einhvern veginn svona sjálfvala algoritmar þar sem að svona undirliggjandi forsendan er þetta verður að skila hagnaði og svo bara færist þetta einhvern veginn alltaf í þessa átt? Ég held þetta sé, þú veist, að því þú sagðir áðan, þú veist, það er ekki evil corporation. Nei. Ef það eru einstaklingar sem eru ákveð þetta, eru þeir þá ekki samt evil á einhvern nátt? Þú veist, ég held að þú getur orðið evil. Þú veist, nei, ekki rétt að segja það kannski. Þetta fólk er alls konar en ég held að svona kollektiv þá getur þau gert hluti sem er ekki réttir. Við sáum bara hérna hrunið og þegar kannski tjöldin fjallu hérna á Íslandi og allt var ljóst hvað var búið að vera í gangi að þá kannski, þú veist, var að segja að þetta martaði var mjög bara ekki gott. Ekki gott. En þú veist, svo kannski ef að þú hefði verið hluta af atburðarásinni, þá er kannski eitthvað svona atburðarás sem leiðir að þessu. Það sem að bara allir voru svo miljón á ass og gaman og mikið partí og enginn einhvern veginn bara stoppaði, fór í retreat og þú sagði,
þetta ekki eitthvað vitlis? Skilur við? Erum við ekki bara aftur og aftur að tala um froskin sem að hitna smátt og smátt? Jú, það mér finnst eins og það bandarískur eðlisfræðingur sem heit Richard Feynman. Það var æðislega gaman að lesa ævisögurnar hans. Og hann var í Manhattan projektinu, þegar þeir byggu til kjarnorkusprengjuna, bandaríkjamenn. Og hann lýsti sér svo vel, það var bara hópur vístamanna með, þú bara tókst 30 færustu vístamenn á sviði eðlisfræði og kjarneðlisfræði og alls konar. Og þú bara lest að fá þetta. Og sagði bara, þið þurfa að leysa þetta og við gerum, þið fáið allt. Bara allt sem við byggjum verður komið hérna daginn eftir. Og fyrir þeim var þetta bara eins og að leysa, skilur, risastóra krossgátu, skilur. Það var bara geggja spennandi. Þú var bara allan daginn bara, og svo leystu þeir þetta, svo fóru þeir rútu þarna út í eyðimörkina og sprengja var sprengt og þeir fengu sjokk. Eins og margir grétu, að leiðinni heim. Af því að þá kom svona, skilur, þeir föttu allt inn og þeir föttuðu líka að, þetta var komið inn í heiminn. Nú þetta til, nú ekki hægt að stoppa þetta. Og ég eins og Richard Feynman og fleiri, þeir hugsuðu bara, borgir svo New York og svona, það eiga 10-20 ár, max. Af því að þetta verður notað. Þeir hugsuðu bara eðli mannkynsins svona, en eitthvað gerðist, eitthvað ótrúlegt kraftverk sem ég held að enginn skilji, til og meins Kúbudeilan og svona. Af hverju endaði hún ekki í kjarnorkustríði? Hún hefði átt að enda í kjarnorkustríði. En kannski bara, eitthvað yfir okkur mannkynnu að við erum alveg á grænsunni, Gæti þetta verið það sama með gervigreindina núna? Við þurfum bara að því að hugsa á einhverjum punkti mikið og maður vill alls ekki gera lítið úr vandamálinu, þá erum við samt svolítið svona einmitt, það alltaf einhver heimsendir í nánd, það þegar við vorum litlir þá var það kaldastríðið, svo það ég teki nokkuð dæmi og svo það loftslagsmálin og svo það núna gervigreindin, en einhvern veginn virðist þetta einmitt, við förum að grensunni, svo einhvern veginn förum við tilbaka. Við förum ekki yfir stríð. Hvað myndir þú segja með gervigreindina? Ég hef trú á henni. Já, þú trú á hann farið rétt átt. Já, einmitt. Og ég held að og það ekki þannig að ég trúi því að hún farið rétt átt og enginn þurfa að gagnrýna hana. Það bara eiga þetta samtal alveg fram og tilbaka og menn þurfa alveg að tala og íkja allar hætturnar. Þetta ekki bara eiginlega stærsta samtal nútímans? Mér finnst það. Mér finnst það ótrúlegt hvað við tölum lítið rosalega lítið. Ég datt ofan í að ég ekki sérfræðingur, en ég datt ofan í einhvern þátt á BBC fyrir 3 árum, þar sem að 3 helstu sérfræðingum í heims voru að ræða gervigreind og ég man ég var í bílnum, hlusta á þetta 20 mínútur og ég var bara, akkur ekki allir að tala um þetta? Einmitt. Að ég hugsaði bara, og það sem að allir segja er að þetta mun gerast algjörlega án þess að þú tækir eftir því. Og þetta er bara sem með Facebook. Að ef þú hefði spurt mann fyrir 50 árum eða væri til tæki sem kann að tefla skák, er það þá vitsmann að vera? Og allir hefur sagt já. Skilju, svo verður til tæki sem kann að tefla skák. Þá segir já, þetta er bara skáktölva. Eða væri til tæki sem kann að þekkja svipbrigði, er þá til vitsmann að vera? Eða væri til tæki sem kann að lesa í hegðun fólks, eða væri til tæki sem kann að fljúga orrustuþotu, og svo eða væri, og þess að segja, því svo ertu farin að nota gervigreindina til að hanna nýja, parta og þannig að þetta fyrir að, þetta er svona, það er það sem gerist með gervigreindinni, þegar þú fyrir ekki að nota gervigreindina til að fýta sjálfa sig í svona lúpu, þá spinnur þetta alveg bara, þannig að ég held að eins og, það er ekki langt í það til dæmis að sjónvarpsþættir verða bara genereitaðir. Hvað mennur þú generita? Bara sjónvarpsþáttur, bara eitthvað, þú horfir til sjónvarpsþátt og það er ekkert búið, það er bara tölva að genereita hann fyrir þig. Skilur, þannig að það er ekki búið að taka hann upp og klippa hann, tölva er bara búan til, skilur. Bara Sölvi elskar sci-fi, hann elskar bera konur hana og svona blóð og svo bara genereita þáttur og þú bara, wow, þetta gæði ekki þættir og svo þannig að bara kona mín liðina, hún að horfa bara sömu, einhvern veginn sama konsept, allt annað genereita fyrir hana. Þetta er bara fullkomlega eðlilegt að mun gerast. Að allt, myndefni verður bara út af því að þetta er í raun og íkt útgáfa af því sem er nú þegar búið að gerast, sem er einhvern tímann hefði einhverjum fundist algjörlega fáranlegt, það sem er að gerast núna í nútímanum, að ég og þú
getum farið núna eftir á ítölvunar okkar með algoritmana, inn á YouTube-in okkar að skoða eitthvað, hvort sem það COVID eða kosningarnir í Bandaríkjunum við erum að horfa á sig eitthvað veruleikann þess vegna hefur fólk aldrei verið meira ósammála eftir núna að því ég stundum ég orðinn meðvitaður það bara, þú veist, ég er að reyna að velja ég kíkja á eitthvað frá Fox, þá verður ég líka að kíkja á eitthvað frá CNN, þannig að algoritmanir alltaf að senda mér eitthvað á báðum áttum skilur við, út af því síðan fyrir ég að ræða við eitthvað fólk og þá er maður farin að vera betur og betri að spotta algoritmanir þínir eru bara þarna. Í hvað echo chamber er þessi? Hann er í hérna flat earth echo chamber. Leður maður heyrir þið tali í mínútu, þá getur maður átt að segja það er algoritmanir að senda þessar upplýsingar. Einhvern tímann hefði okkur fundið þetta óhugsandi. Þú veist, þetta er bara algjörlega dystopist, Við getum sitt í sömu stofunni að skoða upplýsingar sama málefnið, en við erum að fá tvo gjörólíka veruleika inn til okkar. Og þetta bara eftir að aukast. Og það sem meira held ég er að, þú veist, tölvan verður alltaf betur og betri algoritmin í að gera það sem ég vil og vera mér til hæfis, þannig að ég held að sókraftun aftur að vera meira og meiri þú veist bara að soga sér út úr þessu, þú veist, og svo náttúrulega er augmented næsta máldagskrá þú veist, það er hérna glerugu Facebook er núna að fara að sitja í loftið með hérna Ray-Ban glerugu og þá ertu komið með að fara að legg, þú veist, þá get ég hérna sér Sölvi og allt þig og ég blessa Sölvi, hvað hérna hún hérna Brynja vinkona þín, ég bara lesa eitthvað info þig, skilurðu fylgirðu mér? Er þetta bara að gerast núna? Þetta er að fara að gerast. Þá bara, skilur, þá kannski er ég að tala við þig og skjánum er hann að pikka upplýsingar úr prófælinu þínum, hvað varst að gera? Þú varst að smíða í gær, þú veist, og hún er bara, þú veist hvað, samskipti getur orðið rosalega feik. Þegar við getum bara verið endast að tala saman og ég bara tala upp eitthvað sem tölvan er að sína mér þig og þú ert að tala eitthvað sem tölvan algoritmin er að sína þér, veist? Og ef við tökum þetta svo langt, þú veist, að þá og þú veist, og ég myndaði líka ég hef alltaf séð fyrir mér, þú veist, þessi like-hæðun fá sér like, sæta ég myndaði, þú veist, það væri bara algoritmar að like, sæti tjóðli, kallin flottu eldist vel ég var bara, yes þú veist, bara endalaust að fá eitthvað Er ekki að það gera þetta? Þú veist, þetta er ekki spurning þetta er bara tímaspursmál hvenær fyrst í svona kemur og ég borga bara $5 á mánuði bara fyrir að vera með her bara, sem er að rósa mér allan daginn geggjaður jakki kallinn flottur ég veit ekki snilt maður ég hef ekki pælt í þessu þetta er geggjað maður en síðan er það önnur umræða sem er að þú ert að tala gleraugun en á einhverjum punkti verður þetta fjarlæga gleraugun og fjarlæga skjáin það er Neuralinkið sem að Elon Musk er að vinna og síðan kemur spurningi núna ef maður ætlar að fara í samsæðiskenningarnar í COVID-ina, þá er allir að pæli bara er hérna Bill Gates, er hann gútaði evil? Elon Musk, er hann gútaði evil, og það er alltaf erfiðar að átt að sjá hvað í þessu. Ég held að Bill Gates sé góður. Þú veist það? Já, ég held að hérna... Þú ert allavega fyrirverandi starfsmaður Microsoft, þannig að þú veist kannski aðeins meira um þetta margir. Og eins og ég var að tala á það, þá var ég alltaf að tala svolítið neikvætt Microsoft, en þú veist, ég meina, þau fóru rosa vel yfir mig borguðu mig góð laun, þjálfuðu mig ég óks rosalega sem manneskja ég lærði alveg svakalega mikið ég var svo stjórnlaus og alltaf, ég var svo mikið ADHD, ég tók svo lítið ábyrgð og þarna var ég bara látin verða svolítið að manni með margt, taka ábyrgð sjálfum mér en það sem að og ég vona bara að komi skýrt fram að það er það sem er með þessi corporation þau verða stærri en allt fólkið Akkurat. Og ég held að Bill Gates eins og margir aðrir eins og Warren Buffett vinur hans þannig líka að gera þetta þeir eru bara að gefa allt þeir kannski horfa á allt eignasafnið sitt fullorðnir menn og þess að er ég búin að ganga til góðs Einmitt. Og þá kannski kemur þessi tilhugsun nei, kannski ekki kannski er bara fyrirtæki sem ég stofnaði bara, ég menna eins og hérna Sergey og Larry er ábygglað, þeir segja er ég búin að ganga til góðs, fyrirtæki sem ég laðast af með og með fallegar hugsanir, þar er það einhverju skatta það bara orðað einhverju ekta corporation og þá kannski fara menn að segja ok, ég hef ekki lengur stjórn yfir þessu en ég get nota peningana mína
og láti gott að mig leiða, veist, í heiminum. En ég sannfærður það að Bill Gates sé einlægur. Já. Okay. Af því að það þar sem samsæriskenninga fólki missi mig, það þegar að með allt sem ég hef upplifað, þá trúi ég svona kerfin verða stundum bara stjórnlaus. En þegar samsæriskenninga fólki ætlar að fara að selja manna það sé einhverjir 7 einstaklingar á baku þetta sem séu svo vondir, þá ennast að ná að selja mér þá hugmynd, sko. En einhvern veginn, eins og bara hagkerfi heimsins kannski stærsta myndin að því. Það enginn sem stýrir því. Það bara það sem það og það farið að vera rosa skakt og það að valda rosa misrétti, en það einhvern einn gæi sem að ákveður þetta allt. Nei, þetta bara kerfi. En það sem að gerist náttúrulega núna, við segjum bara frá og með aldamótum. Frá og með síðustu aldamótum, þá gerist það að allt í einu verður bara þessi upplýsingatækni sprengja og upplýsingar sem voru á fárra vitorði, eins og allmest hvernig hagkerfi heimsins virkar, hvernig bankar virka, hvernig fjárfestingarsjóður virka og svona, verða mainstream upplýsingar. Þannig að sko við erum alltaf almenningur, held ég, sem höfum áhuga á því og alltaf fleiri og fleiri sem vita hvernig allt virkar og sjá í gegnum, þú veist, og hann að það verður alltaf erfiðar og erfiðar fyrir þessi öfl að hreyfa sig, og það sem að gerast núna svolítið við með þessi Bandaríkjunum, að það svolítið sko, Trump henni ekki að, þú veist, hann alltaf bara eins og hann af ákveðinleiti finnst mér hann vera opinbera veikleika sem alltaf hefur verið í Bandaríkjunum. Sammála. Hann bara, hann opinbera alveg sammála. Og bara einhvern veginn svona án skömmustuðu tilfinningar, bara sýnir heiminn. Rosalega einföldun að ætla að fara að halda því fram að allt hafi verið frábært í Bandaríkjunum áður en Trump kom. Bara þvílík þvæla, sko. Þeir eru náttúrulega búin að keyra á, þú veist, þeir eru náttúrulega, þú veist, ef þú hugsa bara land, ef þú hugsa bara karma, þú veist, indjánarnir, afrísku þrælarnir, það bara óunnið karma fyrir þjóðina. Þú veist, að auður landsins að mjög miklu leyti sprottin upp úr hryllingi. Og just, ég trúi því karma for real, sko. Þú veist, það bara það og þú veist, og þeir bara fara inn í svo mikla velmegun og verða svo egocentríski sem þjóð og það bara algjörlega verður að falla. Ég ætla að fara hérna aðeins bara út á hálan ís og segja að ef að Trump endurkjöri núna, þá mætti einmitt kíkja á af hverju demokrataflokkurinn bannaði Bernie Sanders að verða frambjóðandi. Þannig í staðin fyrir að sé bara, þú veist, það svo auðvelt fyrir okkur að vera í öðru landi og vera einhvern veginn djöfull mikla hálfvitar að kjósa Trump. En ef þú ert inn í Bandaríkjunum og horfir á hvað báði flokkarnir eru gjörspilltir og þú ert bara að horfa á hérið með þessa 2 valkosti, þetta ræðilegt, skilur. Það málið. Þú veist, að því demokrataflokkurinn kom rosalega mikið upp sig í þessum forkostningum. Mér fannst það. Það var bara, Bernie Sanders var að rúlla þessu upp, svo bara einum degi bara ákveðin þessi gæi má ekki vera þarna. Og bara allt í einu mæta allir sem voru að bjóða sig fram á mótunum nema Biden, ég hættu við þið að kjósa Biden. Þetta eitthvað skrítið. Og bara búið að vera, þú veist, skoðanakannir sína að þú veist, ef einhver geti fellt Trump, þá var það hann, sko. Akkurat. Og þú minnst líka með Bernie, þú veist, það er svo fallegt, þú horfir á 50 ára gömul vídeónu og hann bara nákvæmlega eins. Talandi sko heilindi í manni. Rosalega erfitt að finna stjórnmálamann sem er búin að vera jafn consistent. Já. Hann er búin að tala því öll þessi ár. Það þarf bara fyrst af öllu frít menntakerfi og frít heilbrigðiskerfi. Það það sem að. En þetta það sem við þurfum nefnilega. Ég held að mín trú að líka, þú veist, að þetta ekki, það alltaf mikið einföldun og það sem við þurfum að þroskast upp úr, það ég og hinnir. Þú veist, auðuga fólkið, það líka einmanna og vill finna sér stað. Og vill, þú veist, ég held bara það algjörlega mannleg tilfinning að vilja, þú veist, vera að gagni og vilja að líf þitt hafa eitthvað, þú veist. Ég held að veist, við bara erum einhvern veginn ekki að ná að virka það. Þú veist, auðvitað þeir sem eru svona kannski til að eiga eignir, að það svona mikið aðeins sótt, sko, og þeir fara þá í svona varnagýr og bara veist, það, þessir, og hinir sem eru á móti, þeir búa til einhverja svona, einhvern æsing, þú veist, sko skiljanlega, skilurðu, eins og hérna, veist, ég til mér rosalega ánægð með verkalýðshreyfinguna á Íslandi, þú veist, og eins og Ragnar Sólveig og svona, að því að, þú veist, við þurfum svo mikið að hafa rödd á báðum pólum, sko. En hérna, að því að, sko, mann oft fundist þessi ný frjálshyggju rödd vera svo sterk hérna á Íslandi, sko, að hafa svo mikið vægi, sko, að hafa svo gott að fá sterka rödd á móti, en ég held að við verðum alltaf að, þú veist, á endanum verðum að, þú veist, að við þurfum að fara mannlega laust. Já.
Ég að hugsa eitt bara núna meðan við erum að tala saman, ég ekki pælt í sáður, mér mitt þetta að ef maður ætlar að sýna smá empatíu með þeim ofurríku og risa corporationunum, þá aftur þessi svona þessi hvað kallar maður þetta, svona margfeldni áhrif, þau valda því að þú getur ekki, þú veist, þú verður x ríkur og þú segir bara, eða verð með fyrirtæki, heyrðu, nú bara köllum þetta ágætt í bili, af því að ef þú ætlar ekki að hrynja, þá verður að halda áfram að vaxa, eins og bara Facebook og þetta, bara ef ég ætla bara að kalla þetta gott í dag og ekkert að vera pæli í samkeppnisaðalanum, þá samkeppnisaðalan bara búin að éta mig á ári. Akkurat. Þannig að þetta orðið miklu harðari leikur. Og þú sér líka bara hérna á Íslandi, til mis, ef maður hugsa sko bara svona sanngjarn lítill business, eitthvað, þú veist, eitthvað maður og kona starta business og með 3-4 starfsmenn út með eitthvað veitingastað eitthvað, að það rosalega brotætt eining. Þannig að þú veist, það rosalega streita fyrir fólk að standa í því. Ég held að allir sem að prófa það einn skinni eftir 2-3-4 ár, þá bara svona, wow, þetta erfitt. Og þá segir, ok, hvað get ég gert? Þú veist, ég get stækkað. Og þá fer fólk ofta að stækka, kannski ég verið með annan stað, reynar með einhvern aðeins business sem að, þú veist, kannski 2 ólíka staði eða eitthvað, þú veist, og svo finnst mér, og þá fara margir að hugsa, ég alveg búinn á því, bara, ég dátt að vera gaman að vera með hennan business, ég búinn á því, nú ætlum ég bara að kassa út. Og þá byrjar þetta, þú veist, að þá taka menn henn ástríðina sína og þá ertu með einhverja sjóði eins og lífeyrissjóðana, allmis. Þeir eru fjárfestur rosa mikið svona, því þeir eru með svo mikla ávöxtunum kröfu. Þeir eru með svo mikla peninga sem þeir þurfa að koma í umferð. Þannig að þeir eru að horfa á einhverju staði og það sem að svona smá business aðili gerir kannski, hann sker allt niður, keyrir businessin í járnum í 2-3 ár, sýnir rosa hann að hagnað og selur fyrirtæki þannig. Og þá kemur sjóðurinn inn og þá eru allir farnir, þú veist, og þá allt er þetta orðið enn eitt félagið sem rekið svona, þú svolítið kalt, bara á Excel-skjali. Og það enginn búinn að finna neina fullkomna leið út úr þessu. Nei. Þetta er flókið, sko. Þetta viðfangsefni nútímans. Af því það ef maður myndi segja að það var þarna ákveðin tími sem var svona ákveðin blómaskeið kapitalisma, síðan verður hann ákveðin hátt að þessari nýfrálshyggju sem að vissuleita að hitta á einhvern endapunkt núna eftir hruni 2008-2009 og svo aftur núna í COVID-inu þar sem bara, heyrðu, arðbærustu fyrirtæki heims öll að betla ríkisaðstoð. Það eitthvað óðalegt til þetta. Þetta eitthvað skrítin business. Ef að þeir eru búin að þurrka út arðinn og svo viljið þið fá skattpenning leið og það kemur korter af erfiðum business fyrir ykkur skilur. Gáttu þið ekki nota arðinn eitthvað í það eða? Þannig ég held að við séum að hitta á einhvers konar tímamót. Þannig að hafa orðið oft tímamót. Það var náttúrulega þegar játjaldi fjallarni kringu 90 og þegar kommunismin svona fer og það einhver tímamót í kortunum. Ég held það, sko. Ég held að við séum með bara, við veist, ég held að ef þú væri sem sagt sál bara, þú veist, í andans heimum, sko, að pæli hvenar þið langi að lifa á jörðinni, þá myndi ég segja, sko, þessi tími. Það ekki? Jú, af því það allt að springa í loftum, sko. En, þú veist, þannig að mér finnst þetta ekki vera, þú veist, COVID rosalega slæmt og erfitt en mér finnst þetta ekki vera eitthvað svona vestu tímar eitthvað, þú veist, það rosalega hreyfing og það rosalega meðvitund og unga fólkið að koma alveg svakalega vakandi, þú veist, og það held ég eitt af því sem rosalega mikið dilemma held ég hjá ungu fólki að mín tilfinning, þú veist, að þú veist bara að ungt fólk að koma svo vakandi, þú veist, svona meðvita, bara eitthvað svona í rauninni ný kynslóð af mennsku, það sem að ungt fólk bara, þú veist, það fær svo mikla upplýsingar, það tala við öðruvísi, það meiri mýkt í gangi, meiri mildi og meiri meðutund og þau kannski koma inn í heiminn og sjá bara síðan í þessum heimi sem við erum að lifa í, sjá bara, þetta ekki, mér langar ekki dýran heim. Það ekkert spennandi hérna fyrir mig. Og þá getur komið þessi hegðun, þú veist, bara fara að reykja gras og tjúna út, að þú bara sérði, þú veist, bara, þetta fullanum fólk hérna, það bara snarra bila, það bara í ruglinu. Og þú veist, hvað það fyrir mig? Þú veist, ég ætla bara að fara og smóka með vinum minn, slappa af. Þú veist, að því ég svo vissum að ef við værum einhvern veginn með spennandi alternativ, skilur, þú veist, það værum ekki með þessa vanlíðan og þetta frábær punktur. Þetta rosalega alveg óháð öllu öðru einmitt, það svo með COVID að margt slæmt að gerast, að þá þetta
gríðarlega áhugaverði tímar og svakalega. þú veist. Og mér finnst svo spennandi hérna að því að, þú veist, út af því ég er svo ánægð með að hafa lært kerfisfræði, ég finnst það bara svo fallegt að ég elska svona kerfi og mér finnst eins og í tölvubransanum þá er maður rosalega ofta að sjá kerfi verða til sem síðan smitast yfir í aðra bransa og það sem allmis er svo geggja við interneti er allmis fyrir tíma internetsins þá voru símakaplar á milli landa. Þannig ef þú varst í Bandaríkjunum og ég ætlaði að hringi þig frá Íslandi, þá tók ég upp síman og þá læstist þá tóki frá heilan vír í sækaplinum frá Íslandi til Bandaríkjana, til þín. Og hann var bara læstur, allt okkar símtal, sko. Og eitt svona kapall hafði bara 100, eða eitt svona stór kapall, skilur, hafði bara 100 víra eða eitthvað, skilur, 100 línur. Þannig að það gott bara 100 manns tala saman í einu, yfir kapallinn. Ég hef aldrei pælt í þessu svona. Það taka hann frá, hann var opinn allt samtalið, hann var bara frátekinn. Þú veist, sko, engabíllinn er svolítið þarna í dag, sko. Þú veist að það er bara svona, bara frátekið stæði inn í bæ fyrir bílinn minn, sko, og gata og allt þetta. Og svo kemur internetið og internetið keyrir á allt annan hugsun sem að brjóta allt niður í litlar einingar og hafa algjört jafnræði. Þú veist, engin einn hefur, þú veist, fallega villum þessi netið á ákveðnu leveli, sérstaklega bara að tala af internetið, það er ekkert, þú veist, þegar ég seti eitthvað á internetið, bara netið sjálft, það er svona, maður brýtur allt niður í litla pakka, að mínir pakkar hafa sama forgang á pakkarnir frá Facebook, þú veist. Já. Og svona lobbyistar í Bandaríkjunum er í rosalega mörg ár búin að vera að reyna að lobbya fyrir internetinu sé breytt. Þannig að fyrirtæki geti keypt forgang, en það sem betur fyrir hefur aldrei nást í gegn. Og Evrópusambandið er mjög mikið hérna að stoppa þetta, sko. Og þetta finnst mér, og það sem að gera þarna er, að í staðin fyrir að vírusið tekum frá, þá er þetta að setja í litla pakka og allt brotið niður í svona litlar einingar sem að nýtist miklu betur. Já. Og ég hef verið að hugsa svo mikið, sko, eins og með svo margt svona. Hvað getur við eins og skólakerfið. Það er svo stórt unit. Var þetta að brjóta það niður? Það er mitt að segja að finnstu skulle nefna skólakerfið. Þetta er einmitt út úr þú tala með þegar Óli Stefán hann fór að tala svona hálfgert Uber-kerfi milli kennara og nemenda. Já. Þú ert með einhvern sem er specialist í að kenna eitthvað og hún finnst það æðislega gaman og svo ertu með á hinum endanum nemanda sem að vill læra þetta. Einmitt. Og svo getur hún notað tæknina til að linka þessa tvo einstaklinga saman. Ég held að þetta sé bara mjög sniðut módel, sko. Þannig að þá getur kannski, og ég held að það sem væri sniðut ef að það er business módel. Þannig að kannski fjórar vinkonur sem eru bara frábæri stærðfræði, það er bara stofnað lítið fyrirtæki það að kenna stærðfræði. Svo fara þær að bjóða inn í þetta net, einhverju skólar kaupa af þeim námskeið og þær að kenna kannski, þú veist, stærðfræði séníum. Skilur, svo eru hérna einhver íþróttafólk sem að stofna bara lítil félög íþrótta og koma inn í þessa pípu og svo kannski skólinn, hann er með infrastruktúrinn og hérna, og jafnvel þá, þú veist, að bekkjakennararnir séu frjálsir frá því að þurfa að kenna og geti fókusur á velíðan barnana og svona. Þú veist, og verið meira að horfa. Þetta er, þú veist, þarna finnst mér að, og ég veit að bara, eins og til mig sem þú tala við kennarar eru svo ástríðufullir. Bara langflesti kennarar sem við þekki. Algjörlega. Skólastjórnendur, þú veist, eru ástríðufullir. En rosalega margir finnst sko eins og bara, þú veist, kerfið er bara svo niðurnelt. Og þú talar fólki sem að stjórna kerfinu. Það er líka, þú veist, það segir, ok, þú veist hvað gerist þess að þetta PISA-dót fer í gang, skilur. Að þá var allir að við erum að tapa fyrir Kína, við verðum að gera því brókjarna með stærðfræðina. Og þá kemur rosa pressa á pólitíku sem að þrýsta á skólastjórnendur og í þessu umhverju er ekkert rosa pláss fyrir svona tilraunamennsku. Nei. Þannig að, en ég held að við, þú veist, málið er að unga fólki sem er að fara í gegnum þetta kerfi, ég held að þetta er, ég var að hugsa þetta bara daginn, sko, ég myndi að það er eins og, eða væri bara, ok, ég er 14 ára bara eitthvað, svo bara er skólinn að byrja, það er september, ég er bara sóttur 10 morgun, það er bara einhver hópur af vélhjólamönnum, sko, bara allir á vélhjólum og bara, hei, nú erum við að fara hérna túrum landi í 3 vikur, svo erum við að skoða söguslóða Njálu, svo fyrir við austur og stútur jarðeðlisfræði og jarðfræði og gistum í einhverjum skálum og þetta er bara einhver hópur fólk sem að, ég myndi allt fólki sem er í túrismannum, það getur bara verið að búið til upplifanir fyrir krakkan okkar. Akkurat. Þú veist, svona, þetta er framtíð sem þurfum að hugsa Og við erum ofta mitt eins og þegar Óli fór að tala þetta, að þá fyrsta hugsunin mín einhvern veginn að heilin í okkur svo mikið búin að ákveða, nei, þetta gengur ekkit upp. Já. En svo þegar ég fór að melda þetta, akkur ekki? Akkur ekki, sko. Já, þú veist, þetta... Þú veist, við erum á fullkomnum tíma til að byrja að brjóta þetta allt upp. Já.
og það þarf bara hugrekki og það þarf bara, þú veist, við þurfum bara, það er rosalega, held ég, mikið í fullorðnu fólki og ég fann þetta sjálfur þegar ég var að ala upp mín börn, að þú veist, það er ótti. Þú veist, þegar maður er með börnin sín, maður er bara skítræddur. Er mér að fara að mistakast? Er ég að fara að gera eitthvað þannig að þau ná ekki að fóta sig í lífinu? Og mann er rosa andum það. Þannig að maður er einhvern veginn svona hræddur held ég flestir við að experimenta. Ég held að flestir hugsi bara ok, uppbyldisaðferð sem ég fór í gegnum, það er allavega, ég veit hvað ég er, skiljum við. Sumir sjá það kannski svona aðeins svona ofallegu ljósi, það er alveg holta að skoða gagnrýni hátt. Heldur betur. Hvort það var kannski allt svo gott, þú veist. En ok, og þá, þú veist, veit fólk bara gera það sama fyrir börnin. Það er þá allavega ekki einhver áhætta. Og ég held að við séum alltaf hrædd það að, þú veist, börnin að mistakist eitthvað. Því ég held að mér veist oft tala þannig eins og við getum tapa heilli, nú erum við að tapa heilli kynslóðu, tapa heilum árgangi út af eitthvað svona, út af COVID eða eitthvað. Og einmitt þetta að við erum náttúrulega komin á aftur, svona þetta, ef maður fyrir með þennan pendúl, og nú veist mér svolítið komin á þegar það er bara orðið alveg normalisir að það bara verið að lifja annað hvert barn, af því það passar ekki inn í kerfið. Getur þá ekki verið að kerfið sé orðið eitthvað skrítið? Jú, einmitt. Minnir að þú hefur einu sinni sagt með strákiðin að þú hafir svona farið á einhvern fund með skólastjórnendum þar sem átt að fara að skamma hann og þú svona það átt að setja þig skólastjórnenda megin en þú ákvaðast að fara bara hans megin og segja, þið þurfum aðeins að fara að skoða hvort þið þurfum ekki að laga eitthvað hjá ykkur. Einmitt. Er það ekki rétt munið? Jú, þetta er rétt munið hjá þér. Og þetta var mjög erfitt, varst með eins og þegar sonur okkar var að fara í gennum nám og hann var með leserfileika og með ADHD og svona klassíst, sko. Og þú veist, og þegar maður fer að eiga við það, að þá svona endurspeglar það oft kannski manns eigin, þú veist, vanmátt. Þannig að þú kannski ert komin inn á fund hjá skólastjóra og allt í nefn bara einhvern veginn líðmanni sem maður sé aftur á 6 ára, sko. Þannig að auðvitað er svona sjálfgefna staðan sem maður tekur er að vera með skólanum í liði. Og ég myndaði stöðuna fyrir 8, 9, 10 ára barn og enn á fund og pabbi situr hérna þungbrýnn og skólastjórinn og eitthvað og allir að tala að þú ert nú ekki nógu duglegur og eitthvað svona. Og þetta er svo niðurbrjótandi. Og það var eitthvað svona sem að vaknaði í mér í þessu ferli að bara svona, heyrðu, ég það bara standa með honum. Og það var einmitt það sem ég fór að gera. Að reyna að standa með honum og ég meina það var alveg, skólinn var ekki að hafa rámt fyrir sér eitthvað, en það var bara svo mikilvægt að hann ætti bandamann í pappa, og þá getur við verið saman, sko, ok, hvað er að gera í þessu, eitthvað svona, skilur mig, ekki endilega bara við stöndum saman og skólum að fokka sér, sko, fattar það, en það er bara, þú veist, þannig að ég sé þá ekki líka bara, þú veist, að foreldra, og þarna var ég svolítið hræddur er þetta rétt eða svo líka eins og þegar hann var búið með grunnskóla og sonum minn, sko, þá var hann svo bara, hann var svo bara niðurdreginn og leið illa og að við fórum til Spánar einn vetur og hann fekk bara frí, sko. Já, ok. Og ég hugsaði, er ég geðveikur, er ég að bregða sinni mínum, skilur, og það var rosa gott fyrir hann. Hann bara að fá frið. Þetta er rosalega áreiti að vera í skóla, rosalega áreiti á skinnfærin og áreiti á taugarnar og líka ekki það að þetta sé sambarlegt, en ég var einmitt að tala við strákinina systur minnar fyrir ekki svo löngu 12 ára og hann var í námi út í París svolítið erfið, hann fluttaði þangað í ár með mömmu sinni og svona svolítið flókið og svona bara miklu erfiðar en á Íslandi og hann sendir alltaf í námi á Instagram eitthvað, svolítið ég er að læra kóri, sko, þetta er svo ömurlegt, þetta er svo leiðilegt og fyrsta spurningi mín er, býta, akkur er þetta að læra kóri, sko? Einmitt. Ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki heldur. Viltu ekki spurja því? Nei, ég má það ekkert. Nei, skilur sem bara svona akkur ætti að vera þræla grei gæjanum í kóri, sko. Hann er ekkert að fara til kóri og ákvaða það ekkert sjálfur. Það var eitthvað svona engaskóli og eitthvað, skilur og börnin með ekki einu svona spurja spurningar, sko. En sko, ég var nefnilega svolítið ég hef verið rosalega svona tekið afstöð á móti þessar umræðum PISA. Að því mér finnst þessi PISA umræða oft minnir mig svolítið á svona umræðan hjá Microsoft oft, þú veist, þegar var að vera að reyna að finna eitthvað metrics. Ok, það er að fara svo mikil peningur út af kerfi og okkur vantar eitthvað metrics. Eitthvað mæleiningar til að vinna eftir. En sko,
vandamála mælieiningar, í svona mælieiningar eins og einkunnir og svona, fólk fer alltaf að, það ekkert raunverulega mælieiningar, skilur, og eins og allir með sjá Microsoft var einhverjum stjórnundur sem ég var hjá sem voru að segja alltaf sko bara mæleiningin á hugbúnaðarteymin hversu marga bugga þeir laga hversu mörg vandamálin laga þá fóru foreldrarnir bara að gera lélegri kóða af því að þá gátu þau laga buggana og lítið vel út skilur þannig að svona kerfi mæleiningar hreyfast alltaf sko. Og en þarna með þetta sko já, ég misti flugina sko, það er flott að ég sko, það er alveg ljóst að ég þarf að fá það aftur vegna þess að við erum búin að vera svo rosalega flugi og samt alveg margt sem ég á eftir að tala með því það er margt sko, mér langaði að tala við tónlistina alveg mér langaði að gefa því svo langaði að tala við og við ætlum að tala um það núna uppistandsýninguna og síðan bara margt fleira sko, það er alveg við erum búin að vera bara á fullu að tala um við erum búin að fara mjög vel en ef ekki fara bara í því ég skiptum að þessum takt bara, ég heyrði fyrirlestur að þér í byrjun ársins og ég er búin að vera haldið mikið af fyrirlesturum og mannst eftir ég sagði við, mér fannst þú alveg geggjaður sko. Og ég var svo ánæður þegar þú sagði mig að þú verður að fara bara onni í djúpulegina. Já, ég var svo ánæður, það var svo mikið hvatning, þú veist, þarna, þú hafði sambandið mig, það var þarna ráðstefna bara það besta, sem að Helgi vinnur okkar var að halda hana og ég var með þarna svona eins og, hvað var að segja, fyrirlestur eða stand-up eða músík og segja sambland og ég fann bara, þú veist, þegar þetta var hálftíma atriði og ég var að vinna með kallmennskuna, milda hjartað og hvernig fer maður frá því að vera þú veist, strákur sem er að fara á sjóinn hérna með köllunum í Þorlákshöfn og þú veist það er rosalega flott að æla og bara strákurinn ældi en helt árum að vinna bara geðduglegur og þessi svona vinnuharka skilur við sem að var rosalega íslensk sko og maður elst upp í og þetta var svona harða kallmennska og sumir segja eitru kallmennska ég svona, mér finnst það of brútal sko, það er svona við kallan erum bara með mál það er svona krumpur í okkur við erum krumpaðir og við eigum það til mjög margir að stoppa í þroska bara að því að kallmenn eru svolítið seinþroska sko, maður er fyrst að verða svona almennilegur 30 sko og maður verður svolítið bara að horfast í augu við það og það þarf ekki mikið að gerast til þess að við stoppum sko og erum bara í mótróa þegar sumir eru bara ennþá mótróa og mér langaði svo að búa til eins og það var mikil hvatning ég fór að tala um þetta og láta flæða og það bara, þú veist, ég beðin um að vera með fyrirlestur þarna og ég ætla að tala um þetta, ég ætla að tengja minni í þetta milda hjarta, þú veist, þessi hugmyndum að mild sem er mér svo óbúslega bara skiptir mér svo miklu máli og ég hef fundið svo sterkt að rauninni súmerar upp allt það sem að mér finnst ég hafa lært í lífinu, í gegnum alla þessa vinnu og allt sem ég hef gert, það er bara þessi mildi að það er bara, við þurfum að vera mildari þessi hugmynd að við verðum að vera hörð til að ná árangri eða maður verða að vera harður og þetta allt saman, hún á ekki lengur við og líka það, maður getur alveg verið með aga á sér á þess að vera með svipuna og allt þetta og hvað er mikið af mönnum hana úti sem að geta ekki tjáð tilfinningar svona, og eru einhvern veginn krumpaðir að því að veist, það er svona innstunga á okkur og við erum með svona snúr og innstungu veist, og þegar ég er lítið strákur þá vil ég stinga mér í sambandi pappa og skilur til að fá hana pappa orkuna og pappi minn er kannski með veist, hann gæti ekki stungið sér í sambandi með pappa sinn þannig að hans innstunga er kannski svolítið svona skemmt þannig að ég næði ekki að plugga alveg í hann þannig að ég veist, lokast og krumpast og svo kemur sonur minn og reynir að stinga sér í sambandi með mér og hann getur ekki stungið sér í samband skilur og við þurfum svo rosalega á því að halda að stinga okkur í sambandi með pappa þegar við erum strákar það er bara eitthvað svo óbúslega veist og mér langaði svo ég fór að tala um þetta og ég fann bara veist, það flæddi svo rosalega vel sko og þú hafði saman um að eftir og hvatti mig til að gera eitthvað meira með þetta og ég heyrði Brynhildi í Borgarleikhúsinu og sagði ég áhuga og ég heyrði í góðum vini sem að
Þorsteinn Backman sem að við erum svona tengdir í gannum fjölskylduna og alltaf þegar við hittust í fjölskyldubúðum þá er bara að tala um einhverja huglislu tækni eða eitthvað, þú veist, eitthvað svona spiritual, sko, eitthvað andlegar pælingar, þetta múið að lesa þessa bók og hann búin að lesa hana, eitthvað svona, og við náðum rosa vel saman og ég sendi honum upptöku af þessu og sagði, mér langar að vinna þess með þetta og hann var mjög, þú veist, hvatti mig áfram og var svona með, þetta skemmtilegt að fara með þetta í leikus, þú veist, ég ætla ekki að búa til leikrit, ég ætla bara að vera með, þú veist, að tala og segja, en... Ertu þú að pæli að mixa músíkinni og frásögn og hlátri og þetta er eitthvað svona, hvað kallar þetta? Ég nefnilega veit það ekki, sko, þegar ég á Borgarleikhúsinu kallar þetta kvöldstund með listamanni. Ég held það sé bara mjög gott nafn. Þannig að þetta er sýning sem fer í gang núna í nóvember og heitir Milda hjartað. Í Borgarleikhúsinu? Já. Já, geggjar. Og þá erum við bara við Þorsteinn búin að liggja yfir þessu að taka þetta sem að ég var byrjar að vinna með og mér finnst rosalega gaman að, þú veist, það er rosalega gaman að koma í viðtalið sem þér og bara flæða eitthvað, þú veist, ég var búin að vera svona í huganum að hugsa hvað mér langaði að tala um og það var allt svona spiritual og andlegt og svo kemur þú bara með tæknina og við erum bara þar, skilur geggjað. En svo er líka gaman eins og kannski þarna að fá tækifæri til að alveg meitla þetta eins og svona. Að mér langar að segja þetta og koma þessu á framfæri og deila frá mínu hjarta þessu. Þetta er skemmtileg pæling, þetta með að það er dásamlegt að vera í flæði en stundum er líka gaman að fá að meitla eitthvað, sko. Já, akkurat. Og finna jafnvel balansin þar á milli, sko. Og að því þú ert að tala um þetta sem þú ert að tala um þú talaður um í byrjuninu með sjálfsniðrifið. Ég tengi mikið við það. Það er löng tímabila sem er sjálfsniðrifið. Það er þessi miskilningur að, sko, að halda að annarkort sértu, sko, á fullu í hörku sjálfsniðrifi og eitthvað svona yfir í þú sért bara kærulur svo takkar ekki ábyrðaninu. Þvert á móti getur verið mjög agaður, undirbúið vel, lagt hart að þér en verið mildur. Já. Það er kunstinn, sko. Og það sem að ég elska, sko, það er einmitt þessi og það sem að er bara draumurinn hjá mér einmitt er að það er þessi, sko, ímyndaður þessi faðir eða þessi, þú veist, það sem þú ert bara ákveðin og þú ert ekkert, þú sættir ekkert við neitt rugl. En þú veist, þú ert mildur. Þú stendur með sjálfur, þú stendur með fjölskyldunniðinni, þú stendur með fólkinniðinu, þú ert með klan í kringu þig og þú bara verð það, þú ert bara í kallmennskuðinni alveg full on, en þú ert samt mildur. Og svo gerist eitthvað, þá skynjar það í hjartanu og segir, ok, já. Það, mér finnst fólk oft ruggla þessu svona tvennu, líka þetta með að elska sjálfa sig er ekki það saman að vera hrókafullur. Alls ekki nefnilega. Og það að vera fastur fyrir með rosalega skýr mörk, það þýðir ekki þurfa að vera reiður. Nei. Og mér er svolítið skemmtilegt, sko, að fara í þessar pælingar af því að ég upplifu svo mikið á þér, jafn mikið og þú ert með eitthvað sem heitir milda hjartað, þá ertu samt, þú lifir mjög öguðu lífi og þú undirbýrðir mjög vel og allt þetta, sko, sem sást einmitt í þessum fyrirlestra, þú varst alveg búin að pæla þetta út og það er kannski þetta aftur með að er ekki aldrei kunstin í því sem þú ert að gera, sko, tónlistinni og þessu að þú gefur þér engan afslátt í að meitla þetta og undirbúða en síðan þegar á hólminni komið þá sleppur þú svolítið tökunum útkominni. Það er málið. Það er nákvæmlega hannig. Og þetta er svo, sko, það sem að, eins og ég sagði þig, sko, ég var mjög mistróska maður og einmitt ég er faðir tvítugt. Og veist, dóttir minn fæðist þegar ég er tvítugur og sonur minn fæðist ég 25 ára. Ég er mjög, þú veist, óharnaður og ég er ekki tilbúin til að vera faðir. Og ég detti alls konar gildur og ég myndi að lítið baka, myndi ég bara segja, Jónas, bara vertu mildur, veist, ekki vera reiður, veist, ekki nota reiðina, veist, ekki nota hörkuna, að því hún er bara að brjóta niður. Hún er ekki að byggja upp. Og þú kannski heldur að þú þurfir að gera það sem einhvers konar uppeldi. Það er bara eitthvað old school skinnar skilyrðing. Þú veist, bara eins og maður skilyrðir hund. En börn þurfa kærleika. Og þegar ég er eins og þessi árin í Danmörku á Mægrót og svona og ég þroskar, ég fer að geta, þú veist,
stafið það sem ég segi fólki, ég fer að geta mætt sirka á þeim tíma sem ég ætla að mæta, ég fer að geta sirka undirbúið mig og verið ekki alltaf bara óundirbúin á einhverju rugli, sko, einhverju ADHD rettinga kjaftaði, sko. Þú veist, ég fer bara að geta verið maður orða minna og hætt að segja eitthvað, ég ætla að gera eitthvað og gera það ekki. Og þegar þetta gerist, þá byggist sko sjálfstrustið mitt upp. Einmitt. Ég hélt alltaf sko sjálfstrustið mitt myndi byggist upp með því að ég myndi gera eitthvað rosalegt, ég myndi gera eitthvað lag eða ég myndi einhvern veginn sýna heiminum, en sjálfum okkar ekki heimst, sko. Það ekki einmitt þetta? Maður byrjar að sýna sjálfum sér virðingu með því að standa við hluti. Já. Ljú ekki, segja ekki eitthvað sem ég get ekki staðið við. Þá smám saman einmitt. Við erum heilin og þetta virkar alveg vel, sko. Við erum hönnuð, þú veist, þessi saga að mannkynni sé illt og eðli mannsins sé vont og svona, ég er bara ekki sammála. Nei, alveg svona, þetta er bara vel. Eðli okkar er gott, þú veist, það er þetta, þú veist, að vera, ímyndið að vera, þú veist, að nú er að tala um kalla, þú veist, svona konur með önnur element, þú veist, að ég er svolítið að tala um þess að milda hjarta kallana, þú veist, ímyndið að vera hvíl í kallmennskunni og vera jafnvel til staðar fyrir fjölskylduna þína. Einmitt. Og á aðrir leita til þín, þú hjálpar þeim og þú ert í þínum styrk og þú veist, og þú hjálpar þeim sem minna mega sín og þú ert til staðar fyrir aðra. Akkurat. Þetta er... Og þarna finnst mér við líka kominir inn á áhugaverða umræðu sem er þetta með kynjaumræðuna. Mér finnst aftur, svolítið stundum miskiljast að það að kallmenn megi alveg núna á síðustu árum með svona vakningi því að við megum alveg fara að hugsa ákveðna hluti sem við höfum verið að gera rangt í gegnum tíðina. Aha. Það þýðir ekki að þú eigi bara að segja skili við kallmennskuna þína. Nei. Að því að þeir kallmenn sem ég þekki sem koma hver best fram við annað fólk eiga það sameiginlegt að hvíla dálítið vel í kallmennskunni sinni. Einmitt. Að því við erum kallmenn. Og ef við ætlum einhvern veginn að yfirgefa það, þá mun það bara fá einhverja beiglaða útrás einhverstaðar. Mér finnst að gegja þetta íslenska segi, þegar fólk segir að einhvers í S-inu sínu. Veistu, hann var alveg yfir gert það. Já, Sölvi var í S-inu sínu í þessum þáttum. Að því að ég tólka þetta þannig, einhver var í S-ensinum sínum. Já. Skilur, þegar þú ert í þínum essens, þú ert í þínum essens hérna í þessum þáttum. En það gengur mjög vel. Já, skilur. Þú ert í S-ensinu. Þú ert ekki að reyna að spila neitt hlutverk, þú er bara algjörlega þú. Og þetta flýgur. Og maður segir bara, Sölvi er í S-inu sínu í þessum þáttum. Ég hef aldrei pælt þess. Í S-inu sínu. Og þetta er held ég sem við þurfum að ná, hvert og eitt, að finna okkar essens og hvíla þar. Og ég hugsa kannski eins og bara, ég var að tala um þetta við mömmu daginn, hún var að segja, hún byrjaði að vinna í kaupfélagi Rangæinga 1960 og eitthvað, 60, og var að vinna í afgreiði búð sem alltaf verið hennar draumur og stóð sér frábælega vel og svo kom einhver strákar í sumavinnu og hún þurfti að segja þeim allt, þú veist, hvar allt væri og allt þeir gátt ekki gert neitt, sko. Og svo fengu þeir 50% þær í laun. Og skilur, að því það voru kvennalaun og kallalaun. Og hún sagði mér bara, þú veist, mamma sagði mér þetta, þú veist, hún hugsaði ekki svona þetta. Þú veist, fólk hugsaði ekki eins og þetta er ósanngjarnt. Þú veist, þannig að það er búið að vera eitthvað algjört rugl í gangi, þú veist, í þessu. Og þetta hefur henni og það er líka menninir, við höfum skaðast að þessari hugmyndum þetta Ubermensch kallinn, þennan ofurmann sem á að vera, þú veist, eins og til dæmis 20. aldar Ubermensch, sko, það er alltaf þessi ofurmaður sem að fer og afregar, fjölskyldan skiptir engu máli, skoða allar þessar listamenn sem eru hafnir upp til skíjana og veist, það er alltaf einhvern veginn fjölskyldan og konan er bara eitthvað heima, bara eitthvað í bara áfallahjálp, skilur og Ubermennið er eitthvað að bjarga heiminum með einhverju pólitík eða eitthvað svona. Þetta er, og það var alltaf mjög stutt í Bakkus og allt þetta í öllu þessum heimi. Menn hafa verið stórskaddaðir. Þannig ég held að við bara horfumst í augu við bara, það er bara mjög mikill skaði í fortíðinni hjá mönnum og konum. Og menn að vera svolítið gerendur, þú veist, það er líka því bara hvernig þeir hafa verið settir inn í þetta hlutar, sko. Ég skilur hvað við þurfum að horfast í augu við þetta og við þurfum að óna kallmennskuna, þú veist. Það var gaman fyrir það, þetta er svona ný tegund af performance í þér. Já, þetta er nefnilega alveg glænýtt, en það ég skítrættu við þetta. Já, ég ætlaði að segja, það er ekki, ég var að ræða við Björn Stefánsson leikara sem var í Mínus og hann var að tala um þetta, fyrir honum væri hugrekki þetta, að hætti ekki að gera hluti sem hann er hræddur við að gera. Einmitt.
sama þó þeir líði þannig að það einmitt þá sem að skilgreiningin á hugrekki að gera eitthvað þó mér líði þannig að mér langi ekki að gera. Já, og líka sko, einmitt þú veist, í grunninn að það að gera eitthvað sem getur floppað. Þannig rauninni finnst mér, þú veist, aðeins og þarna sko, þetta gæti alveg bara orðið eitthvað, ég veit það ekki. Ég reyndar hefur rosalega mikla trú á þessu sko. Takk fyrir það, og En ég skilji, ég menn ef ég var að fara að gera það saman og þú, Jesús minn, hvað ég myndi hugsa þetta verður algjör skita, sko. Einmitt. Já, og þetta er svo gott að fara, þú veist, ég hef alltaf verið þarna svolítið í músíkinni, einhvern veginn, vaða bara í eitthvað svona, þú veist, bara vera að gera plötu, og bara gamalt fólk, eitthvað gamla manna kór og þú veist, lúðrasveitir og þú veist, eitthvað svona, taka áhættu og ekki endilega vera á því sem að einhvern veginn svona, þú veist, bara svona svona safe. Já, safe. Hvað með, að því þú talaðir áðan þetta með forritununa, hvernig það hefði verið svona elementið þitt. Að ég held að það sé svolítið svona ADD, svona einhvern veginn að geta fókusað bara og glimt sér alveg í einhverju svona, og síðan hvernig að þetta er svolítið svona, þetta eru svolítið ólíkir heimar, annars að vera með ástríðu fyrir þessu og síðan vera með ástríðu að koma fyrir fram að fólk og vera að spila og syngja. Einmitt. Það hvort finnst þið skemmtilegur og þetta hlýtur að vera rosalega öðruvísi? Fólki finnst þetta að vera rosalega ólíkt og það sér þetta alveg bara eins og maður sé bara annars við bara með gítarinn eitthvað bara við varðeld og síðan maður bara eitthvað í Excel og hamarinn eitthvað 0-1 þú veit bara eins og hann að Zuckerberg en þetta þetta sko á sama þetta útrúlega líkt þú veist eins og allmis þegar þú ert að gera plötu eða vera músík að það sköpunartímabilið. Þú veist, þú býr til lögin, sko, og maður semur og vinnur efnið og svo þú kannski komið með svona grunna að 20 lögum eitthvað slis, þá byrja bara að vinna. Þá bara að fara í stúdíu, byrja að spila trommur, byrja að spila gítar, liggi yfir tölvunni, þetta teik nógu gott, tökum þetta aftur. Þú veist, að semja plötu mjög listrænt. Að klára hana bara að vinna. Já. Og alveg sem með tölvurnar þú veist, sko það sem ég finnst vera styrkur minn í tölvubrassunum, það samkennd með öðrum, sko að þú veist að ég skil, sko þú veist, þegar ég sest með fólki og það að segja mér eitthvað sem að kerfinu eitthvað, þá þú veist, þá skynja ég þau, sko ég ekki bara, já, þetta nú þau skilja ekkert, þau kunni ekkert á það eins og margir tölvumenn svona sko, rosalega bara 1-0 og veist en það aftur tala áðan þessi veikleiki hroki greindarinnar þú veist, það getur margir og það sem svolítið fallið þessu tölvubarassunum, ég sé marga sko rosalega klára forritara að renna á raskatið með það sem þeir að gera að því þeir ná ekki að skynja aðra og þarfinnar að því að endanum þá þarf einhver setja sig framann og nota þetta og svo eftir sem að ég verð eldri og kannski verkefni vera stærri og flóknari sem ég kem að og svona þá þetta líka orðið rosalega mikið bara það að ná að fá kannski 10 manns til að sjá sömu mynd skilji, það svo auðvelt að þetta eru kannski stór verkefni sem að fara af stað og það kannski 20 aðeins að fara að koma að því og það það sér enginn sem myndina þó að sé búið að tala þetta og allir sammála að þá alveg bara og það að vera bara einhvern veginn í samskiptum alla og passa að allir sé að sjá þetta svona þannig að það rosa mikið samskipti í tölvubransanum þetta áhugavert hvernig maður svona þegar maður eldist, þá fyrir maður svona aðeins að pæli svona eitthvað sem maður hefur kannski of mikið haldið í gegnum tíðina að heilin í öllum virki eins og heilin í manni sjálfum. Já. Og ég tók eftir ég mitt, að ég alveg farin að gefa sjálfum með kredit fyrir það að séu kannski ákveðni staðir þar sem ég með einhvers konar svona smá náðagáfu. Og ég tók alveg eftir þegar ég talaði við þér, ég var að tala við þér núna daginn, hvernig þú varst búin að analæsa þættina mína. Það einmitt þessi svona að skilja fólk. Og þú fattar það ekki alveg sjálfur. Þegar þú varst að segja, þú varst að tala við þennan og sjá hvernig þú varst að opna hann aðeins og svo lokaðist hann og svo opnaðist hann aftur og þessi var svona og þetta alveg ákveðið skilsett sem ekki allir hafa, sko. Mér varst nefnilega áhugavert að þú sagði þetta við mig, sko. Því að ég bara ræða við gaman sem að gerist þegar þessi fóð þanga og þú varst alveg bara, já,
þú ert að lesa svolítið í þetta og ég var alveg, já því það er svona, það er eitt að horfa á þátt og horfa á, og svo, en þú ert greinilega með aðra vítt opna sem að þú ert að horfa á hvað er að gerast á milli mín og viðmælandars einmitt á mjög nákvæman hátt já, mér veist þetta á þess að vera að pæla í því Ég held að þetta sé alveg hárétt hjá þér, sko. Ég held að þetta sé einn af mínu styrkleikum. Þú veist, ég hef fullt af veikleikum. Það veit Guð, sko. Og kona mín. Eins og við öll. Og börnin. Eins og kona. Sko, þetta er kannski eitt af því sem ég hef og þetta er eitt af því sem þegar ég hugsa það styrkurinn í tónlistinni líka. Að svona lög sem mér finnst hafa virkilega svona lög sem að mér finnst hafa svona einhvern veginn neglt það sem ég langa að segja þá er það svolítið svona innsæi það hvernig einhverjum líður í einhverju stöðu eða hvaða lög væri það? Eins og til mér hafið svart Já, mig grunaði að myndi nefna það Já, það er ekta svona lag þar sem að ég var bara svona að hugsa einmitt ákveðin kallmanna og sem er meira kallmannastaður heldur en kvenfólksstaður og svona þessi krumpaði kall sem að þráir það í rauninni innstinni að vera hann sjálfur og tala eitthvað um fjölskyldunni sína og segja hvernig honum líður en hann bara getur það ekki og hann er vonlaus og vinnan kallar, hann er sjómaður, hafið kallar svo út á sjó þá er hann að fantasera að næstur hann kom í land þá mun hann tala við fólki sitt og svona og einhvern veginn að ná að sjá þetta fyrir sér og setja inn í texta þetta er klárlega eitthvað svona en mér finnst í rauninni þetta bara vera það að ég hafi náð að skilja mig að því að alltaf þegar ég er rauninni eins og allt þetta sem ég saði við þig var rauninni að ég sá mig í þeim Akkurat ég sá, mér er liðið svona og þá gerist þetta, einmitt og það er rauninni bara það að ég þekki mig góða punktur að því ég upplifa það sama þegar ég er að taka viðtölu fólk sem nokkuð góður í að spjalla við mjög ólíka einstaklinga á hverju vegna þess að mér finnst ég á einhvern nátt að verið í spórum þeirra allra að einhverju leiti einmitt það er eina leiðin til þess að geta skilið Já. Og það held ég sé það sem að mannkynið núna á næsta level eins og við talum á hann næsta borðið tölvuleik 2.0 eða kannski 20.0 það er held ég svolítið þetta hvaðan kemur þú hvaðan kemur þegar við erum að tala launakröfur eða bara hvernig samfélagið er struktúrað bara í staðinn fólk sem bara deilum eitthvað samtök atvinnurekenda bara neita að hækka launin og verkalýðsfélagin vilja það er bara hvað er þetta hvernig er að vera á hinum endanum hvernig er að lifa á þessum launum hvernig er að vera fátækur hvernig er að þarna svona eða ekki, að við æfum okkur bara svo mikið í þessu 100%. allir að skilja og ef einhver að gera eitthvað skrítið oft er fólk dónalegt eða augrandi það er svo oft út af einhverju vanlegan og maður það er bara þannig ég hef spurt rosalega marga í lokin á viðtölunum hvað ráðmyndur gefa sjálf við þér og en síðan á endanum er fólk stóð ofti á einhvern nátt get ég ekki lært af mistökum annara ég verða að læra minni eigin reynslu og kom upp í hausuna með núna þegar við erum að tala um þetta með að setja sér spór annara ég á einn vin sem hefur búið með útigangsfólki og ég man þegar hann sagði það við mig fyrsta skiptið svolítið sem ég borðaði upp á Rússlatunu þá urðu allir útigangsmenn að bræðrum mínum ég á þetta eftir að borða upp á Rússlatunu og þá hugsaði ég það er örugglega rosalega erfitt að skilja þetta nema að hafa verið í þessari stöðu ég get einhvern veginn vitsmunalega reynt að skilja það en ég hef ekki verið þar tilfinningalega Ég hugsaði svolítið bara að því ég ólst upp í Þorlákshöfn. Ég var að byrja að vinna í fiski í 12 ára og öll sumur bara einhvern veginn að vinna einhver verkamanna vinnu sem ég bara gæti ekki betra klukkan en 5 og ég finna alveg hvað það hefur gefið mikla samkennd með svona vinnandi fólk. Akkurat. Ég finn það bara alltaf því ég sé einhverja og hugsaður upp á okkur þakja vesenast eða eitthvað þá svona og ég hugsa myndi ég ekki hafa þetta ef ég hef ekki alveg upp við að reyna þetta á eigin skinni, þú veist. Einmitt. Og hvað ef að ég held að stærsta áskorun okkar er að vita hvað við vitum ekki. Pítur, nú þarf ég að melda þetta.
að vita hvað eins og ég sagði við áðan hann með mömmu sko. Já. Þegar að þótti bara eðlilegt að menn væri með 50% hærri laun og engin sagði, þetta er óréttlátt það bara allir, já, þetta er kvennalaun og hvað í dag vitum við ekki hvað í dag eftir að vera hort á eins og þetta sem sko ef við höldum áfram að tengja saman punktana að komum við aftur að þessu sem við töluðum í byrjun sem ég talaði alltaf mikið við Ólaf Darra getan til að geta skipt skoðun er svo mikilvægt þarna að bara við höldum alltaf við hlæjum að einhverju sem var í fortíðinni en við erum nú komin á endapunkt núna sko það er ekki þannig og maður þarf alltaf að vera bara ok, ef einhver kemur með góð rök fyrir mig get ég þá bara hent egóinu mín og sagt heyrðu, ég hafði rangt fyrir mér ég ætla að skipta skoðun það er einhvern veginn að vera svona essensin í að geta farið á næsta level að því annars er maður bara fastur maður verður að geta viðurkennt það, í minni vinnu var það eitt af stærsta sko, ég var að vinna í svona heiðarleika prógrami í mörg ár og svona með alls konar hjálp og ég sá Bubba henni, hann var að tala um Valdísi sko, ég er búin að vera í henni í 10 ár og gaman að alltaf þegar við Bubbi hittumst þá var alltaf að tala um terapíuna þetta er geggju terapía maður alveg og það sem að það kemur eitthvað sko með þessu öllu að maður svona einhvern veginn ég held að maður er alltaf bara að reyna að verða eins betri útgáfa af sjálfum sér og það er eitt af því sem var erfiðast fyrir mig að gera var að segja bara fyrirgefðu bara eins og þess að segja kona mín og bara já ok þetta var kannski ekkit ég var kannski ekkert alveg frábær og sérstaklega með börnin þegar ég var að missa mig út í svona á einhverju svona autoplay út í svona alls konar svona framkomu sem að ég var búin að ákveða ég vildi ekki lengur vera sem var kannski svona að vera reiður og æstur og svona og missa stjórn á mér að að draga mig á eyrunum til þeirra og segja bara fyrirgefðu að ég að mér langar ekki að vera svona og fyrirgefðu skuli hafa verið svona og þetta er ótrúlega erfitt en þarna þetta er svo mikið lykill sko. þetta er lykillinn að öllu að því þarna er sko þessi svona resistance einhvern veginn ef annar aðilinn segir bara heyrðu sorry ég hafði rangt fyrir mér og bara þá laðar það fram svolítið það sama í hinum aðilum sem bara hafði ég kannski eitthvað rangt fyrir mig líka nákvæmlega og fólk er svo til í það er svo fallegt maður fer að læra það með tímanum ég veit að eiginlega allir eru bara svo þakkláttir og það er mitt maður fær eiginlega aldrei svona já, nákvæmlega, þú ert algjör fáinn eða skilur einmitt bara ef maður er auðmjúkur þá fær maður alltaf bara bara takk fyrir að vera að segja mér þetta þetta er rosalegur og maður er að hugsa þetta bara eins og gagvart talandi svona PR fólk og stjórnmálamenn að þetta gæti verið svona minnst nýtt af vopni það er að segja bara, heyrðu, mér langar bara að biðja ykkur afsökunar, ég hafði rangt fyrir mér ég sé ekki fyrir mér að manneskja sem myndi gera það að henni væri ítrekkað mjög illa tekið sko. Nei, einmitt. Og þá þeir sem tækja henni illa væri þá þyrftu þó kannski aðeins að fara lítið í speil sko. Líka því náttúrulega sérstaklega þarna ert í heimi sko sem er ótrúlega flókin og allir eru með eitthvað lausnir. Einmitt. Allir eru með eitthvað lausnir. Já, heilbrigðiskerfi bara gera þetta, skólakerfi bara gera þetta og þetta. Og svo með fólki inn í þessum kerfum, það er bara og svo kannski reynir einhver að gera eitthvað og það mishefnast og verður að eitthvað allt öður en fólk aðeins sé fyrir og þá er með þetta að setja bakka og segja, heyrðu bara hann var allavega að var svolítið áhugaverð þegar Jón Gnarr var borgarstjóri og hann hefði bara mjög líklega hann að endurkjöri hann var að vinna með aðeins aðra PR-strategi en flestir þegar hann spurður út í hvað ætlar að gera með að færa flugvöllin og ég hef nú ekki prófað að færa flugvöll þannig að ég þarf að skoða einmitt já, það var rosalega stjórnmálamenninu gátt ekki notað sín eðlilegu vopn á mótunum af því að hann tók ekki á móti einmitt það var bara svo skvætt að vatna á gæs maður sá það, hann var bara ósnertanlegur þetta var geggja tímabil já, crazy sko, mér er svona einhvern veginn að en þá kemur aftur þetta að þú getur ekki gert svoleiðis að þú ert að feika það nei það verður að koma frá þannig að það er svona kannski erfitt fyrir PR-ráðgjafana ef þú væri bara að gera þetta til að reyna að nota það sem einhverja strategi þá virkar ekki sko og hann verður ábygglega gengið svolítið nærri sér hann ég held að það sé mjög erfitt að vera þegar allir hinir í leiknum er að spila bara drepa mann einhvern veginn sko, með öllum ráðum nema bara náttúrulega ekki í raunveruleikanum en þú veist bara
Já, menn hann sagði það bara að hann þetta hefði bara farið illa með hann og hann bara yrði að hætta því að hann bara geti ekki lagt meira á sig. Ég get alveg ímyndað með það, sko. Þannig að það er svona verkefni fyrir okkur að við þurfum að einhvern veginn að ná þessum, þú veist, þetta þarf, eins og viðskiptalífið, þetta... Uppdata tölvuleikina. Og bara, það er ekki lengur í boði að vera, að svindla og vera með stæla á leiðindi og ljúga og ber út lígar og eitthvað svona. Við finnum þessu. Þú kemur aftur, bráðum, eða ekki til það? Jú, hvað voru við lengi? Við erum búin að vera næri 2,5 tíma, sko. Ok. Wow. Gott flæði. Mjög gott. Jú, ég er til í það. Geggjað að fá þig heimsókn. Gaman að koma, maður. Takk fyrir.